ráðherra og aðrir fundargestir. Velkomin á ráðstefnuna Tengjum ríkið, opin ráðstefna stafræna framtíð hins opinbera sem haldin hér í Hörpu. Við byrjum hér í Kaldalóni, salnum hérna í Hörpu. Og þessi viðburður haldin á vegum Stafrænt Ísland sem verkefnastofa innan fjármálaráðuneytisins. Ég heiti Bergur Ebbi og ég verð ráðstefnustjóri hér í dag. Og ég minni ykkur sem eru að fylgjast hérna með á streyminu, sem eru fjölmörg, að þið getið komið spurningum að hérna í dag. Þið notið þar til gerðan glugga sem þið sjáið sem merktur Slido og þar setið þið spurningar og þið getið sett og merkt spurningarnar eftir því hver þið viljið beina þessum spurningum til og ég skal gera mitt besta í að miðla þessum spurningum til þeirra sem að tala hér í dag. Það verður frábær dagskrá hérna hjá okkur í dag. Það markmiðið að fara svolítið yfir sviðið og kynna stór og mikilvæg verkefni sem að tengjast starfi Stafræns Íslands og hér mun til dæmis á eftir koma Kæti Kerli Kerner sem að vinnur hjá fjármálaráðuneytinu í Eistlandi og eins og við vitum þá Eistland mjög framalega á sviði stafrænnar þjónustu fyrir borgara sína og land eins og Ísland og reyndar fleiri lönd víða heim hafa litið mjög mikið upp til þeirra og þeirra starfs og hún mun fara svona yfir hvað þau hafa verið að gera í sínum verkefnum. Þá verðum við hérna með sérfræðinga bæði innan ráðuneytisins og náttúrulega framkvæmdastjóri Stafræns Íslands mun flytja hér erindi. Eftir hlé höldum við svo áfram og verðum með hann sértækari erindi og þá skiptum við þessari ráðstefnu í tvennt. Þá förum við annars vegar svolítið yfir þjónustuhlutann, þar sem að ýmsir stjórnendur hjá samstarfsstofnunum og öðrum samstarfsaðilum munu fara yfir reynslu sína af þjónustu Stafræns Íslands. Og það mun fara fram hér í Kaldalóni og ég mun stýra því áfram og svo mun hún Kristjana Björk Bardal stýra í rauninni öðrum hluta ráðstefnunnar sem mun fara fram hérna í öðrum sal, í salnum Rýma hérna við hliðina á og þar verður áherslan meira á þróun, svona aðeins tæknilegra fyrirbæri og ég meina það á mjög jákvæðan hátt þegar ég segi svona aðeins nördalegri hluti ráðstefnunnar fer fram þar. Virkilega spennandi dagskrá sem að verður þar. Og ég verð að segja að mér finnst þetta að vera eitt af mest spennandi verkefnum sem að ríkisstjórnin og ríki stendur fyrir. Þetta er náttúrulega bara stórmerkilegt þegar þetta stafræna umbreytingaferli komið til ríkisvaldsins. Þetta hefur kannski verið leitt svolítið áfram af einkaaðilum eins og svo mörg önnur þróun. En þegar að þessi mál eru komin á ákveðin fasa hjá hinu opinbera og við getum tengst opinberri þjónustu með stafrænum hætti, þá opnast ýmsar gáttir og mig grunar það að það sem verður farið yfir í dag sé bendi til þess að við séum kannski komin á einhvern stað þar sem að einhver veldisvöxtur getur orðið í þessum málum. Af því eins og við vitum þá getur tekið langan tíma að byggja upp innviði og ýmsa starfsemi og ýmis þróunar og hugbúnaðarvinna sem þarf að fara fram áður en við sjáum almennilega ávöxt erfiðisins. En þegar það byrjar að gerast þá verður ekki aftur snúið. En til þess að opna þessa ráðstefnu hérna formlega og setja þetta af stað vil ég fá hingað ráðherra fjármála og efnahagsmála sem er einnig tæknimála ráðherra og hann ætlar að segja hér nokkur orð. Það er Bjarni Benediktsson. Gjörðu svo vel. Já, sæl öll sem eru með okkur hér í dag. Það gladdi mig mjög að heyra af miklum áhuga á því að taka þátt í þessum viðburði hér í dag og ég verð að segja það að ég er mjög spenntur að sjá hvernig dagskráin rennur í gegn hér í dag vegna þess að það er mjög margt spennandi á dagskrá. Það ár síðan að við komum síðast saman og þetta hefur eins og allir vita verið óskaplega sérstakt ár, mjög óvanalegt en það hefur kennt okkur ýmislegt möguleikana sem að tæknin býður okkur upp á og við höfum öll heyrt sögur og reynt á eigin skinni möguleika í fjarfundafyrirkomulaginu en það er líka svo margt annað sem að því tengist sem að hefur gerst. Við höfum séð margar jákvæðar, mjög sýnilegar framfarir eiga sér stað en síðan hefur líka mjög margt verið að gera sem er kannski ekki vel sýnilegt og mun birtast í erindum hér í dag. Við höfum verið að vinna mjög mikilvæga grunnvinnu. Það er ekkert langt síðan að ég áttaði mig á því að til þess að sinna svona heildari yfirsýn þessara mála í stjórnarráðinu var í raun og veru bara eitt skrifborð með einum starfsmanni.
Einstaka stofnanir voru að sinna stafrænum málum, voru að gera sitt besta við að innleiða lausnir sem að gátu gagnast til þess að bæta þjónustuna. En það var hvergi á einum stað verið að skoða málið heildrænt fyrir hið opinbera eða ekki einu sinni fyrir ríkið. Sveitarfélög hafa verið að reyna að gera sitt besta, við vorum með einstaka verkefni í gangi, en hvergi var verið að reyna að safna kröftum saman og sjá þetta á heildstæðan hátt. En því breyttum við og höfum byggt upp þessa skrifstofu og það hefur margt gerst. Og við sáum fyrir okkur mjög skemmtilega framtíð og spennandi, en það er oft þannig þegar maður byrjar að teikna hugmynd að stóru húsi, eins og við sáum til dæmis í húsi íslenskra fræða, húsi íslenskunnar, að þá til að byrja með gerist lítið annað en að það er farið ofan í jörðin og þú stendur skyndilega ofan í holun og segir hvenær fæ ég að sjá mannvirkið, það sem við sáum fyrir okkur. Og þetta er dálítið það sem að beið okkar fyrst sinn. Við þurftum að fara í þessa grunnvinnu og við höfum gert margt mjög vel þar. Nýlegar breytingar, nýlegir áfangar sem að hafa náðst eru til dæmis þegar við fengum samþykkt lög stafrænt pósthólf á island.is. Þetta er hugsað til þess að einfalda samskipti milli fólks og fyrirtækja og nú er það þannig að allir sem hafa íslenska kennitölu eiga sitt eigið stafræna pósthólf og þeir munu geta treyst því, eins og segir í lögunum, að fyrir árið 2025, við erum að horfa til lengri tíma, að þá séu örugg samskipti að eiga sér stað þessa samskiptaleið. Þetta er mikilvægt. Þetta tekur tíma en þarna settum við niður ákveðna vörðu og segjum hvert við erum að fara. Þetta eru skilaboð líka inn á við, inn í allt stjórnkerfið, að það þurfi allir að vera með. Þetta er orðin lögfestur áfangi á þessari vegferð okkar. Nú, við festum kaup á auðkenni nýlega, það var mikilvægur áfangi. Ég ætla ekki að fara í löngu máli yfir það, en við litum þannig á að þeir innviðir sem að þar liggja, það færi best á því að ríkið héldi á þeim og ég vil þakka öllum þeim sem koma að því máli, samstarfsaðilum, fyrir jákvætt viðmót og ég held að við höfum fundið mjög góða lausn í því að þeir sem helst að treysta á rafrænu skilríkin í dag munu geta haft áhrif á það hvernig lausnir verða þróar þar í framhaldinu þannig að rafrænu skilríkin séu áfram að gagnast í þeim tilgangi sem að þau eru hugsuð. En þau eru þetta svona ákveðin grunnur, ákveðin hornsteinn í þessu öllu saman sem að allt annað leiðir af. Nú, við skrifum undir samstarfssamning við Finna og Eista sem að eru upphafsaðilarnir að straumnum, eins og við köllum hann á íslensku, X-Road, og það er straumurinn sem tryggja okkur leiðandi hlutverk í öruggum flutningi gagna. Þetta er ákveðin grunnvinna, þarna erum við ennþá onni í holunni og við erum að setja saman, mótin til þess að hella steypunni í grunninn. Það að það liggi fyrir hvernig samskiptin eiga sér stað er bara grundvallaratriði. Ég er ennþá að reka mig á þetta sjálfur og við öll þegar við erum einhvers staðar í opinbera kerfinu að leita þjónustu. Daginn fór ég til læknis og hann sagði, ég mæli með að fara til sjúkraþjálfara, ég skal skrifa beiðni. Ég fór til sjúkraþjálfarans og ég kem þangað og segi, er ekki beiðnin komin? Nei, enginn kannast við beiðni og ekki tíma 2 og ekki tíma 3 og svo rakst ég á umslag heima hjá mér með útprentaðri beiðni sem hafði bara eitthvað mislagst heima. Og ég kem niður til sjúkraþjálfara og segi, hvernig er þetta eiginlega? Hann var með þetta í tölvunni og þið eru með tölvu og þú veist, af hverju þurfti að senda póst heim til mín? Kerfin tölu ekki saman. Þeir eru með sitt eigið kerfi sem talar ekki við hitt kerfi. Og til þess að leysa svona hnúta og búa til brautirnar fyrir upplýsingar til þess að flæða milli stofnana, þá þarf að liggja fyrir hver samskiptaleiðin er og við höfum hoggið á þann hnút, leyst það, svarað því með því að velja þá leið sem hefur reynst vel og er örugg. Straumurinn verður þessi grunn samskiptaleið sem að menn geta þá aðlaga sig að inn í framtíðina. Nú, við klárum stafræna stefnu og það var mikilvægur áfangi. Það er svona yfirlýsing stjórnvalda um það hvert við viljum fara í þessum stafrænu málum. Við höfum séð mikla framfærir
í einstaka málum. Við erum til dæmis að brjóta ísinn í rafrænum þinglýsingum. Það hafa unnist þar mikilvægir áfangar. Við ætlum auðvitað að ganga lengra og mjög ánægjulegt að maður að fá til sín dæmi í samtölum það hversu mikla framfarir þetta í raun og veru. Í stað þess að menn séu að senda fólk á milli stofnana þá gerist þetta allt á lyklaborðinu innan við mínútu jafnvel vegna þess að lausnirnar eru komnar í gagnið. Nú, hverju hefur þetta skipt til þessa? Erum við ennþá bara ofan í holunni að slá fyrir grunninum? Nei, við erum þegar farin að upplifa ávinninginn af þessu og ef við tökum bara þetta eina dæmi rafræn vottorð og jafnvel bara sakavottorð, tökum bara þau, að þá höfum við svona verið að slá á að það hafi sparast 8.000 bílferðir á þessu ári einu vegna rafrænna sakavottorða. Ímyndið ykkur þá hvað við eigum mikið inni í óleystum ávinningi. Nú, hérna í dag þá verður farið yfir verkefni sem að unnið að og það verður reynt að draga upp frekari svona og bjartari framtíðarsýn í þessum efnum. Mér langar til þess að þakka öllum þeim sem hafa verið að vinna í þessu verkefni. Og þá ég bæði að vísa til þeirra sem eru hérna inn í stjórnkerfinu, margir eru hérna með okkur í dag og bera ábyrgð á að halda utan þessa þætti, en ég ekki síður að beina orði mínum til allra samstarfsaðilana vegna þess að án þeirra þá hefði þetta verið ómögulegt. Við höfum farið þá leið að reyna að virkja þá þekkingu sem úti í samfélaginu. Við þurfum ekki að gera alla að opinberum starfsmönnum til þess að ná árangri í þessu. Við þurfum bara að vera með skýra stefnumörkun okkar megin og svo þurfum við að fá til okkar samstarfsaðila sem að geta keppt að veita bestu lausnina og það hefur tekist vel. Þannig viljum við vinna þetta áfram. Nú, það oft gott í þessu verkefni eins og mörgum öðrum. Í morgun var ég til dæmis að ræða sóttvarnir í ríkisstjórn við hina ráðherrana. Stundum erum við að búa til langtímastefnu í ríkisfjármálum í öllum þessum verkefnum. Þá ágætt stundum að aðeins að stíga aftur á bak, stíga 2-3 skref frá skrifborðinu og spyrja sig til hvers erum við í raun og veru að þessu. Það á við líka hér. Reyndar kallar það svo sterkt á mann í þessu, hvað við getum skilað miklum ávinningi með einföldum breytingum. En verðum ávallt að hafa það í huga, bæði þegar við erum að forgangsraða einstaka verkefnum, ákveða hvert fjármunum stýrt, hvað við ætlum að gera næst, að við erum að þessu til þess að stórbæta opinbera þjónustu, til þess að við sem samfélag séum ekki að sóa tíma okkar í óþarfa samskipti, óþarfa bílferðir, óþarfa umstang. Við ætlum að gera lífið auðveldara og fyrir mig sem stjórnmálamann þá skiptir það bara gríðarlega miklu máli að upplifunin af því að eiga samskipti við hið opinbera sem að heimtir af okkur öllum skatta til þess að veita opinbera þjónustu, að upplifunin af því að eiga þessi samskipti sé jákvæð og skili þeirri tilfinningu aftur til fólks að það búi í samfélagi framfara þar sem að tæknin tekin til gagns til að veita toppþjónustu. Gangi ykkur öllum vel í dag. Takk aftur til allra sem hafa verið að starfa með okkur í þessu og ég spenntur fyrir því að sitja aðeins áfram með ykkur hérna og hlusta á næstu erindi. Kæra þakki fyrir þetta, Bjarni, og við ætlum að kannski fá að hafa aðeins hérna því að það eru konar spurningar, bara beint frá kjósendum, bara mjög spennandi. Það eru snúar enda flestar að heimsókninni til sjúkraþjálfarans. Fólk bara mjög spennt að vita svona hvaða vöðva verið að nutta og svona á Bjarna sko. Nei, þetta eru frekar almenna spurningar. Hér verið að spyrja hversu langt erum við komin og þetta nánast í heimsbyggileg spurning hér, hvert markmiðið með þessu öllu saman spurt hér og það bara gott að sú spurning hangi svolítið hérna í salnum á meðan fólk að tala. En hér kemur ein spurning sem ég vil fá að beina beint til þín af því að ég held að þú hafi gaman af að svara henni og hún svona: hvenær verður hægt að kjósa úr símanum til Alþingis? Já, þessar spurningar tengjast reyndar sem þú komst með. Hversu langt erum við komin? Ég held við séum komin upp úr holunni. Við erum búin að taka stórar ákvarðanir eins og ég var að rekja og við erum aðeins að fara að sjá veggina rísa á þessu tæknimannvirki sem við getum notað sem myndlíkingu hér. En varðandi kosningarnar þá held ég að það sé
Það spennandi tilhugsun að geta kosið rafrænt og reyndar að því að Ísland hefur borið hér á góma á, við fáum fyrirlestur frá Íslandi og þá þegar við fórum til Íslands og vorum að kynna okkur stöðuna þar og fá upplýsingar þá sátum við inn í fundaherbyggi og það voru kosningar framundan og sá sem var með okkur, hann tók upp símann og sagði, hér skrái ég mig inn með rafrænum skilríkjum og ég ætla bara að kjósa hér og nú ætla ég að kjósa þennan þingmann og hinn og ég get breytt minni kosningu svo lengi sem ég geri það bara fyrir kjördag að þú getur kosið oftar en einu sinni en síðasta atkvæði það sem gildir þannig að það var mjög áhugavert það eðlilegasti hlutur í heimi í Íslandi að kjósa rafrænt það sem að ég fæ svona aðeins nút í magan kosningaklúri í Bandaríkjunum fyrir stuttu síðan þannig að ef okkur líður vel með það hvar við erum á stafrænu brautinni þá endar það á því að við kjósum rafrænt en ég held að það sé ekki forgangsverkefnið, það bara svo ofboðslega margt annað í daglegum verkefnum okkar sem þarf að leysa fyrst. Kæra þakki Bjarni, takk fyrir þetta. Þetta virkilega spennandi og sjálfsögðu mjög spennandi að vita hvort af þessu verður, að við kjósum bara úr símanum, en þá vantar náttúrulega mómentið sem að formenn flokkana að setja seðilinn í kassan og þú veist bara, ég veit ekki hvað, bara eitthvað ljósmyndara bara heima og Bjarni að taka mynda á honum bara hérna í sófa í símanum, það reyndar skemmtilegt myndefni líka. En við ætlum að halda áfram með dagskrána hér í Kaldaláni í Hörpu á ráðstefnunni Stafrænt Ísland, tengjum ríkið, opin ráðstefna stafræna framtíð og nú komið að framkvæmdastjóra Stafræns Íslands. Það hann Andri Heiðar Kristinsson og hann ætlar að flytja erindi sem hann nefnir Uppfærum Ísland, rafrænt stökk inn í framtíðina. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Það algjörlega magnað að standa hérna í dag og vita að það eru það bil 1000 manns sem að fylgjast með. Allir stafrænt, en það geggjað. Þannig ég ætla að byrja að segja takk. Takk fyrir hann áhuga, hann sýnir held ég hvert við erum komin og hver áhugi Íslendinga að breytast. En heimurinn að breytast. Enda ætlum við að uppfæra Ísland. Við ætlum að taka stafrænt stökk inn í framtíðina. Og hérna í dag ætla ég að tala nokkra hluti. Ég ætla að tala hvernig við einföldum líf fólks og Bergur spurði hérna hver tilgangurinn. Ég segi hann að einfalda líf okkar. Ég ætla að tala það hvernig við komumst smám saman öll á sömu síðu. Og ég ætla að ræða það hvernig okkar áætlun hvernig við tengjum ríkið. Þetta stórt verkefni. Stafræn umbreyting og það að uppfæra stýrikerfi eins og Ísland ekkert smá mál og við lærum helling á leiðinu, ég ætla að tala eins og það líka. En lífið okkar alltaf flókið. Hvort sem það eru síbreytilegar sóttvarnareglur sem taka breytingum í annað hverju viku, hvort sem það umferðin sem að þyngjast vegna þess að sóttvarnareglur að léttast, eða hvort sem að það að bíða í röðum eftir afgreiðslu hjá stofnunum eða bíða heillengi eftir því að fá afgreiðslu okkar þetta. Lífið okkar alveg nógu flókið nú þegar. Þannig að við ætlum að fara aðeins yfir hvernig við höfum einfalda það. En ég ætla að byrja að fjalla nokkur af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna undanfarið ár. Af því að það ofsalega gaman að geta staðið hér núna. Við héldum þessa ráðstefnu fyrst í fyrra og að geta hort aðeins yfir farin veg. Þó að ég sé fullkomlega sammála Bjarna. Veggirnir eru rétt að komast upp fyrir yfirborðið. Við erum þó að manni finnist að margt hafi áunnist hér á síðustliðnum 2 árum. Þá eigum við mjög langa vegferð eftir að komast á það stað sem við viljum vera, sem að vera fremsta þjóð í heiminum þegar kemur á stafrænum málum. Þannig ég ætla aðeins að renna hérna yfir, bara skauta yfir þessi mál. Þannig við horfum hérna aðeins á hvað við erum að gera. Hérna í dæmi með lítil verkefni og stór verkefni. Við settum í loftið Ísland.is, hönnunarkerfi. Við fórum að stað með litlar umsóknir eins og frístundastyrk. Við settum stafrænu vinnuvélaskírteini af stað. Við höfum náð stórum áfangum í rafrænum aflýsingum sem við fjalla aðeins hérna á eftir. Það komið stafrænt gæsluvarðhaldsferli. Sýslumenn eru komnir á Ísland.is. Skilavort og ökutækjar eru stafrænt. Leyfisbréf kennara komið á Ísland.is. Og við erum búin að búa til umsóknarkerfi til þess að auðvelda stofnunum að taka öll þessi 3000 PDF-eyðublöð og færa þau yfir á stafrænt form. Við höfum líka farið í fræðslu, gervigreindarnámskeið Element, rafræni meðmælendalistar.
Það má kannski segja að það sé svona fyrsta litla skrefið í rafrænum kosningunum. En nú er þetta að mæla með framboðum rafrænt. Rekstrarleyfi veitingastaða og annarra orðin stafræn og frábært verkefni sem nokkurs konar entry síða fyrir þá sem að fljúga til að koma til Íslands sem verður sagt hérna frá eftir. Umsóknir sjúkratryggingu og síðan nokkur af þeim verkefni sem í farvatninu núna eru komin í prófanir, eru tilbúin, en við erum aðeins að fínpússa þau og þið ættu að sjá á næstu vikum. Þetta hlutur eins og breyting á lögheimili barna, samningur foreldra. Stafrænar greiðsluáætlanir þar sem að fólk og fyrirtæki sem skuldar opinber gjöld eða skatta getur einfaldlega ákveðið að skipta niður, gert það sjálft stafrænt og greitt síðan upp. Það að fara í lofti nýr reglugerðarvefur þar sem að hægt að átta sig miklu betur á þessu stundum flókna regluverki þar sem eru breytingarreglugerðir og breytingarreglugerðir og menn þurfa að lesa sig í gegnum það. Við erum að setja þetta upp á einfaldan og skemmtilegan hátt. Við höfum talað áður stafræna umsókn fæðingarorlof. Hún núna í lokaprófunum. Það eru 200 verðandi foreldrar sem eru á þessum dögum og undanfarna viku búin að vera að prófa þetta ferli. Og það verður jafn einfalt og að fara í greiðslumat í banka í dag og mína síður. Og þetta bara brot af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna í með öllum okkar samstarfsaðilum síðastliðið ár. En þetta bara ótrúlega gaman. En nú erum við aðeins farin að sjá, eins og Bjarni kom líka inn á aðeins hvernig þetta að þróast, hvernig ávinningurinn og svo framvegis, en auðvitað eigum við langt í land. En bara svona sem 2 dæmi. Vefurinn Ísland.is sem við settum í loftið og kynntum hér á ráðstefnunni í fyrra, það voru 89.000 heimsóknir eða mann sem voru að fara inn á þann vef fyrir ári síðan. Skoðum síðasta mánuð og þá eru heimsóknir komnar upp í tæplega 300.000. Þannig að það hefur rúmlega þrefaldast notkun. Þannig að fólk að finna upplýsingar. Og við ætlum ekki að veita alla þjónustu á Ísland.is, en fólk á að geta gengið að því sem vísu að geta nálgast upplýsingar alla þjónustu hins opinbera á einum stað. Hvort sem hún veitt þar eða annars staðar. Nú rafrænar þinglýsingar. Við náðum stórum áfanga, þó þetta kannski ekki sýnilegur áfangi fyrir okkur öll, en það eru aflýsingar. Það er fyrsta skrefið. Við erum núna líka tilbúin með veðskuldabréf og það stendur núna á bönkunum að prófa okkar vefþjónustur og koma því í sín ferli. En bara með aflýsingunum erum við núna að spara tæplega 3.000 ferðir til sýslumanna út á land allt með pappíra. Þetta gerist á örfáum sekúndum. Þannig að málið einfaldlega þetta. Með þessu þá einföldum við líf fólks, við spörum tíma, við aukum hagræði. Það bara viðurkennað bara eins og það við erum bara að tala opið hérna. Það sóun í kerfinu og þetta hefur mjög jákvæð umhverfisáhrif. Það spara pappír, spara prentun, allar þessar bílferðir sem við erum að tala Þannig með þessu einföldum við líf fólks. En hvernig komist við á sömu síðu? Þetta ekki alltaf einfalt. Og það svo gaman að koma hérna upp eftir fyrsta árið og segja já, þetta gengur rosalega vel og við erum búin að áorka heilmiklu og auðvitað höfum við gert það. En við erum að tala hér að uppfæra Ísland. Og það ekki auðvelt. Það fullt af hindrunum sem við höfum rekið okkur á, við höfum lært ýmislegt og við verðum að læra af þessu. Fyrst vil ég nefna mannlega þáttinn. Tæknin ekki vandamáli. Ég oft spurður og fjölskylda og foreldrar og fleiri spyrja mig, ekki erfitt að leysa þetta allt saman? Þú að tala hérna rafrænar þinglýsingar og stafræn vegabréf og rafrænar undirskriftir og allt þetta sem verið að tala og fólk kannski skilur ekki allt og svona. Þetta ekki rosalega erfitt? Jú, þetta alveg svolítið flókið og það svolítið mikið að góðu tæknifólki og hönnuðum og frábærum samstarfsaðilum með. Þetta ekki erfiðasti hlutinn. Erfiðastur mannlegi þátturinn. Við erum að tala 4. iðnbyltinguna og breytingarna sem það hefur í för með sér. Við erum að tala að þjóðfélagið og heimurinn allir hefur breyst á síðustu 2 árum. Fjarvinna hefur aukist, Teams-fundir, Zoom-fundir og svo framvegis. Þannig að við erum að breytast. Mannlegi þátturinn sá að við erum oft á móti breytingum, eða við erum treg, við kannski þorum ekki að segja það beint út, en við erum oft treg í breytingar og við verðum að standa saman. Fylgja okkur á bakvið þessar breytingar,
því þær eru gríðarlega mikilvægar. Og það er auðvitað skiljanlegt að það er bara þannig að það er fullt af fólki, þetta breytir störfum fullt af fólks. Það er mikið af fólki hjá hinu opinbera og reyndar víða í fyrirtækjum líka sem að eyðir stórum hluta af sínum tíma í að pikka inn, eins og Bjarni nefndi hér áðan, pikka inn kannski upplýsingar á pappír úr einu tölvukerfi yfir í það næsta. Sem þýðir auðvitað breytist störf þessa fólks. En við viljum að það hafi þá tíma til þess að eyða tímanu sínum í sinni vinnu, ekki þessa einföldu handavinnu, heldur miklu frekar mannleg samskipti, betri þjónustu og svo framvegis. En við þurfum líka að læra og æfa okkur. Við rekum okkur eins og segja á fullt af hlutum. Og við þurfum bara að tala beint um það. Og eitt af því sem ég ætla að nefna eru stafrænu ökuskírteini. Alveg eins og það er ekkert mál að keyra yfir á rauðu ljósi þó að það sé bannað með lögum. Alveg eins og það er ekkert mál í sjálfu sér að taka hérna þeir viti gömlu plastskírteini sem ennþá eru í gildi og fá sér plöstunum vel að búa til, þar að banna. Sama hefur gerst með stafrænu ökuskírteini og það er umræða sem hefur verið í gangi og þið þekkið. Og ég myndi náttúrulega sjálfsögðu ekki stíga hér upp í pontu og segja frá því ef það hefði einhvern tímann gerst að ég hefði verið 17 ára í MH með verkefna og hefði ekki verið að fikta í skírteinum og reyna að komast inn á skemmtistaði og kaupa með vín. En kannski er það líka mannlega eðli. Við erum tæknin verið að aðlagast og fólki sem er í afgreiðslunni það kannski þekkir ekki inn eins og tækni, veit ekki hvernig það á að taka við þessum stafrænu nýju skírteinum, staðfest og það er auðvelt að taka skjáskot af stafrænu skírteini og breyta kennitölunum og svo framvegis. Þannig að við verðum líka sem erum að leiða þessa vegferð. Við verðum að bara segja hlutina eins og þeir eru. Þarna hefðum við geta verið aðeins sterkari á þessu sviði. En við verðum þá bara að standa upp, læra af því og gera ennþá betur. Og ég er spenntur að segja ykkur frá því eftir örfáa mínútur hvernig við erum að leysa þetta með nýjum skanna fyrir ökuskírteini. En það er mikilvægt í þessari vegferð að við vöxum saman. Eins og ég sagði, þetta er ekkert alltaf auðvelt. Það eru árekstrar, við þurfum að komast yfir hindranir og það er fullkomlega eðlilegt í svona miklu umbreytingaverkefni. En ég hef verið ofsalega ánægður með það á síðastliðnum 2 árum hversu samstarfið hefur verið gríðarlega gott. Og það bara verður betra og betra og það eru fleiri að koma með okkur í lið í þessari stafrænu vegferð og það er að vera rosalega gott. Þá er ég að tala um mjög margar stofnanir hins opinbera. Ég er að tala um einkaaðila, öll fyrirtækin sem við erum í samstarfi við í gegnum útboð. Ég vil segja landsliðið að fyrirtækjunum er að vinna með okkur. Ég vil líka nefna sveitarfélögin, Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og ég geti nefnt hér fjölmarga aðra. En það er ofboðslega mikilvægt að við vinnum öll saman í þessu. Vegna þess að við erum að vinna hér með opinbert fjármagn, við erum að vinna með peningan okkar allra og við erum að vinna í okkar allra þágu. Þannig að við verðum að hugsa þetta svolítið þannig. Þó þetta sé ekki okkar fyrirtæki, en þetta er okkar land. Þannig að með því ætla ég að segja ykkur aðeins betur frá því hvernig við náum þessum árangri. Og hvernig svona uppfært plan er hjá okkur. Stafræna umbyltingin, hún byrjar á stafrænni þjónustu. Og það má segja að þarna erum við, það er búið að vinna hérna í jarðveginu og grafa hóluna, en stafræna þjónustu, hún er fyrsta skrefið. Og það má segja að mesta áherslan hafi verið hjá okkur síðastliðið ár á stafræna þjónustu. Öll þessi ferli sem ég taldi upp hérna áðan, við höfum verið að vinna hérna einstök verkefni, ýmis ferli, stök verkefni, verið að setja skýr sýnidæmi fyrir alla. Og þetta er stafræn þjónustan. Og við erum auðvitað langt frá því að vera búin á þeirri vegferð. Það eru gríðarlega mörg spennandi og stór verkefni framöndan þar. En ef við hugsum þetta, hvernig getum við raunverulega haft enn meiri áhrif? Það gerum við ekki með því að fara inn í, við sem teymi Stafrænt Íslandi og okkar samstarfsaðila fara inn í stök verkefni. Við búum til verkfærakistu, við búum til stafræna stökkpall, það sem ensku kallast plattform. Þannig að stofnanir ríkisins geti farið að hjálpa sér meira sjálfar og við nýtum sameiginlegar kjarnaþjónustur. Þetta eru hlutir eins og hér hafa nefnt stafrænt pósthólf, innskráningar og umboðskerfi, nýtt þannig að þú getur skráði ekki með íslykilinn hér, veflykil ríkisskattstjóra hér, rafræn skilríki hér, innskráningu annarra hér, bara
ein innskráning og umboð fyrir allt hið opinbera. Mínar síður, tilkynningaþjónusta, ég sýni ykkur aðeins frá því á eftir hérna hvernig á snjallan hátt var hægt að fá tilkynningar alls konar hluti frá ríkinu. Umsóknarkerfið sem ég nefndi hér áðan, þannig að sé einfaldlega þurfi ekki að finna upp hjólið í hvert sinn sem verið að fara í að setja á stað nýja umsókn. Straumurinn sem hér var nefndur, gríðarlega mikilvægur og mjög gaman að við höfum núna í sumar náð þeim áfanga að Ísland, ásamt Eistlandi og Finnlandi, við erum núna orðið 3 fullgildir aðilar í alþjóðasamtökum sem að leiða vinnuna við strauminn. Þannig að við erum líka byrjuð að taka okkur hlutverk við að dreifa boðskapnum víðar. Og við höfum tekið stór skref sem þið fáið að heyrum hér á eftir með vefi stofnana, að samræma aðeins vefina fyrir þær stofnanir sem það kjósa. Þannig að þetta það sem við erum komin vel á veg en svona næsta stóra verkefni. Það að halda áfram, klára þessa þjónustur sem við höfum eftir að klára, prófa þær, halda áfram með notendaprófanir, þessi notendamæða hugsun sem ég nefndi hún líka við þjónustu við stofnanir og aðstoða síðan stofnanir hins opinbera við að innleiða þessar þjónustur til þess að þurfi ekki að finna upp hjólið á hverjum stað fyrir sig. Og bara því að lögin þarf að haldast í hendur þá ætla ég að sýna hér stutt vídeó með stafræna pósthólfinu. Bara eitt dæmi þessa kjarnaþjónustu sem við erum að vinna að. En við stoppum ekki þar. Við byrjum á stafrænu þjónustuferlunum. Við förum síðan í að búa til þennan stökkpall og þessar kjarnaþjónustur, en við stoppum ekki þar. Við þurfum að horfa á kerfið í heild sinni, eins og ég segi, uppfæra Ísland. Við finnum það og það vita það raunar allir sem að vinna innan stjórnsýslunnar og hafa reynslu af að það gríðarlega mikið af gömlum kerfum, læstum gögnum og fleira og við þurfum að kafa dýpra. Við þurfum að fara inn að rótum og við þurfum að gera skör í því að uppfæra gömul arflegðarkerfi, að frelsa gögn úr læstum kerfum og vera líka bara óhrætt við að skipuleggja hlutin upp á nýtt. Skipulagið á hlutum í dag miðað við heiminn sem við þekktum hann. Þannig að við þurfum líka að vera opin fyrir því að á þessari vegferð að skoða breytingar. Það meira samstarfsstofnana og verkaskipting og fleira. Þannig að við þurfum að nýta tæknina og vera óhrædd við að láta ekki bara tæknina elta gömlu handvirkuferlinu eða bara það að gera hlutina stafrænt. Það mögulega hægt að taka ennþá fleiri skref fram í framtíðina. Þannig að þetta mikilvægt. En að lokum ætla ég að deila með ykkur núna næsta stóra áfanga hjá okkur, það appið okkar. Hvernig væri að vera með ríkið í vasanum? Alltaf. Vera með ríkið hérna bara í vasanum. Við erum nú klár með þetta app. Það núna í prófunum og komin hópur sem að fara að prófa það. Og ég ætla að deila því með ykkur að þið hér sem að skráðu ykkur á þessa ráðstefnu, 1000 manns, þið verið í fyrsta hópinum sem færa að aðganga þessu appi gegnum svokallaðar betaprófanir og við gerum ráð fyrir að það verður nú allra næstu dögum. Við erum að fínpússa örlítið en bara á allra næstu dögum ættum við að geta sendt ykkur hér tengil
til þess að þið getið hlaðið og gefa ykkur ábendingar. Við ætlum síðan að taka við ábendingum frá ykkur, halda fram að þróa þetta og munum síðan að opna þetta núna í haust. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu. Þetta er mjög einfalt. Við erum að reyna einfalda lífið. Þú skráir þið inn með rafrænum skilríkjum eða í gegnum auðkennisappið. Þú kemur hérna inn á skjá og þetta er einfalt. Það eru skjölin mín eða pósthólfið. Ég sé umsóknir og ég sé skírteini. Og ég ætla aðeins að fara í gegnum þetta og sýna ykkur hvað við erum að tala um. Hér ætlum við að sjá stöðu umsókna. Þannig að ef ég er búinn að vera að sækja ykkur ferli hjá hinu opinbera, eins og hérna má sjá vantar undirskrift frá maka. Það er nú reyndar, þetta er bara mock-up, það er ekkert barn hér í ofninum. En hérna, svo að makinn minn verði ekki hérna smá stressaður. En þið sjáu, þarna erum við að gera þetta svona ferli mannlegt. Að hérna, þú vitir hvernig staðan er. Það er stundum bara eðlilegt að hluti taki tíma. En það er rosalega gott að vita bara hvernig staðan er. Og ég geti farið þarna inn og sé hvernig staða umsóknar innan er og svo framvegis. Nú, ég get líka fengið tilkynningar, eins og ég nefndi. Bara það að fá tilkynningu, heyrðu, vegabréfið þetta er að renna út eftir 4 vikur. Var ekki kominn tími til að endurnýja, ef að fólk vil fá það. Líka hluti séu tilbúnir. Bólusetningarvottorð, veiðikort, hvaða nú er sem að fólk, hvaða þjónusta það er sem að fólk er að sækja hjá hinu opinbera. Þannig bara fáum við þetta í vasann, í símann, getum hvenær sem er, smellt á, klára nýja umsókn, skoða stöðuna. Við getum farið inn í stafræna pósthólfið, þarna fáum við allar upplýsingarnar okkar. Eins og Bjarni nefndi, núna á næstu árum verður þetta innleitt. Við eiga að geta gengið að því sem vísu að öll erindi og afgreiðslustofnana berist ykkur í vasann. Þannig þetta, við getum sagt ykkur bara af reynslu að hafa verið með þetta app núna í vasanum í nokkrar vikur með að við erum að prófa þetta. Það er ótrúlega magnað að geta alltaf kíkt á þetta. Og síðan er það skírteinin. Þarna erum við á einn stað að bjóða upp á það að safna saman skírteinum hins opinbera, hvort sem það eru ökuréttindi, vinnuvélaréttindi, veiðikort, þarna getur komið inn bólusetningarvottorð og fleira og fleira. Þannig að þarna, þetta er svona hugsað, ekkert ósvipað og appin hjá bönkunum, til að mynda með ökuskírteinið. Þetta er ekki ökuskírteinið sjálft, heldur upplýsingar réttindi sem þú hefur og þú getur síðan fært það yfir í veskið. Þannig að það sérðu upplýsingarnar, alveg eins og í kreditkortunum í appunum þar, sérðu upplýsingarnar en þú borgar síðan með kortinu í veskinu hjá símanum. Og ég nefndi hérna áðan þetta með ökuskírteinin, þannig ég ætla að enda á því að sýna ykkur einn af þeim fítusum sem þarna er. Það er mjög einfalt. Það er skanni fyrir ökuskírteini. Þetta strikamerki sem að þið sjáuð, það gildir einungis í, það vita ekki allir, það gildir einungis í 30 sekúndur. Þannig að með þessu skanna geti ég farið til hennar Vigdísar og hún sýnir mér kortið sitt. Ég skanna einfaldlega kortið og ég fæ tilbaka réttar upplýsingar hana. Þannig ég get séð hvort að það stemmi við það sem hún er að sýna mér á kortinu. Þannig að það er ekki hægt að vera með skjáskot eða aðrar slíkar einfaldar falsanir og þarna eru komin með algjörlega örugga leið til þess að staðfesta á stafrænan hátt hvort að ökuskírteinin er í gildi. Og þarna eru komin miklu lengra heldur en með plastskírteinin sem er í dag. Ég veit ekkert hvort að plastskírteinin sem mér er sýnt sé orðið útrunnið eða sé fallið úr gildi eða búið að gera það ógilt og svo framvegis. Þannig þarna eru að komast ennþá lengra. Þannig að þetta er mjög spennandi. Ef ég tek þetta nú saman í þessari mynd, þessari flóknu mynd, að þetta er það sem við erum að tala um í dag. Við erum á vegferð, við erum að komast beint að efninu. Við ætlum að hjálpa ykkur að geta afgreitt öll ykkar erindi hjá hinu opinbera í sjálfsafgreiðslu, hvenær sem er og hvar sem er. Og það leysist margt úr læðingi, það leysist nýsköpun úr læðingi, við fáum betri upplýsingar. Við getum fengið rauntíma gögn stöðuna og svo framvegis. Með þessu öllu þá uppfærum við Ísland, við verðum raunverulega stafrænt Ísland og við einföldum líf fólks. Takk fyrir. Kæra þakkir Andri, ég ætla að fá að hafa þið aðeins hérna með okkur. Virkilega líka gott að taka hérna gólfið, þetta er svona nýsköpunargýrin hérna sko. Ráðherra var hérna í pontunni en nú erum við komin hérna í
Komin á gólfið. Silicon Valley stíl hérna á gólfinu og feeling. En það komið svo mikið af spurningum hérna frá fólki, þannig að ég ætla kannski bara að fá bomba á þig og nánast í svona hraðaspurninga. Já, ok. Ná nokkrum hérna í röð. Það spurt hérna til dæmis, hver framtíð ísleikils? Nú hann ekki jafnöruggur og rafrænskilríki og einhver ástæða til að hafa hann líka? Já, stuttasvarið nei. Rafræn skilríki með kaupunum og auðkenni eru öruggasta leiðin til auðkenningar. Þannig ég sé þá framtíð fyrir mér að ísleiknum verði fasað út, auðvitað í áföngum, eftir því sem að rafræn skilríki allir verða komnir með þau og aðgengilega allra hópa. Ok, stuttasvarið, hann á ekki framtíð. Mætti segja það þannig. En hérna, svo verið að spyrja hér. Og þetta svona aðeins svona viðfeðmari spurning, sko. Nú flott að hægt sé að sækja ýmsa hluti stafrænt, en hvernig aukum við framleiðni þess starfsfólks sem höndlar umsóknir, því að þær geta tekið marga mánuði. Og tengt þessu, hvenær verða öll ferli Útlendingastofnunar stafræn, mörg þeirra taka 18 til 24 mánuði? Já, frábær spurning. Þetta kemur akkurat inn á þetta sem ég nefndi áðan. Við erum að byrja á þessari stafrænu þjónustu, en við þurfum að fara innar, við þurfum að fara í grunnkerfinu og grunnferlana. Og það einmitt næstu skref. Við verðum að tryggja það að þessi stafrænu ferli, þetta frábært að geta sótt hlutina stafrænt. Það frábært fyrsta skref. En síðan næstu skref einmitt þessi að sú framleiðni aukning, hún skili sér í betri þjónustu, hraðari ferlum og skili sér alla leið. Þannig að við höfum ennþá verk að vinna þar. Svo ég með eina spurning frá mér hérna. Hvað stafrænt gæsluvarðhaldsferli? Já, þetta er enda mjög góð spurning og það er örugglega mörg af þessum ferli sem ég nefndi hérna og hérna, ég hef ekki heyrt um. En það eru svona ýmis ferli í kerfinu sem er verið að senda pappír tilbaka. Og ég er nú ekki sérfræðingur í þessu ferli per se, sem betur fá aldrei kynnst því, en það virkar einhvern veginn þannig að það send beiðni. Þetta þarf að gerast mjög hratt. Þetta þarf að gerast á held ég einu sólarhringi eða svo að það send beiðni. Og hér bara í fyrra, þá var þetta þannig að þá var bara að fara með pappír, þá var einhver sem fer frá held ég lögreglunni, niður til dómsal, það verið að fá dómar til að kvitta yfir, fara yfir, senda pappír tilbaka, kvitta á nokkur stöðum. Það verið að keyra út samdægurs á nokkra staði til að safna undirritunum og hérna mögulega þar ef þetta gerist á kvöldi eða nótt þá þarf að fara heim til aðila og svo framvegis. Með þessu stafræn, með rafrænum undirritunum, þá þetta orðið stafrænt. Þannig að nú einfaldlega að taka upp símann eða tölvupóstinn og segja, heyrðu, þú ert komið hérna beiðni, þú getur farið yfir hérna, þú undirritar rafrænt, kemur tilbaka, þannig að þetta klára þetta mál á þess að fólk sé að ferða flýja. Ferli sem þarf að taka fljótan tíma, þannig að þetta er mjög hentugt fyrir það. En sko, svo á lokum, þetta appið, virkilega spennandi, bara með ríkið í vasanum, þetta segir við náttúrulega segja þar. Og þetta er alltaf samt svona þessi hugmyndum, sko, að þeir núna voru við líka einmitt að fá smitrakningar og fleira, þegar ríkið, sko, þú veist, vill mann hafa ríkið í vasanum og svo líka þessi spurning, sko, þegar maður komin einhvern veginn með þetta í vasan og getur sótt allt mögulegt. Óttist ekki neitt að fólk fari bara eitthvað að sækja bara endalaust af hlutum og bara þessi orðin svona gamified sem maður slettir, sko, þessi orðin bara einhver leikur, sko. Þú veist, bara gamla góða hérna, bara stimplunin og sýslumannsbiðraðirnar sé einhver hindrun sem hafi nauðsynlegt þess að sé einhver virðing fyrir ríkisvaldinu. Ég ætla bara að segja, ég vona að það verði vandamáli hérna í náinni framtíð og þá verður það örugglega að tækla. Það er alltaf ekki vandamáli í dag. Og hérna, en varðandi þetta, sko, auðvitað það bara eftir fólki, fólk velur hvaða leið það vill til þess að hafa samband við ríkið. Við finnum fyrir mikilli þörf hjá fólki til þess að hafa ríkið í vasanum í gegnum appið. Við erum öll vöndi að nota þessu app fyrir þær þjónustu sem við viljum nýta okkur. Auðvitað það bara fullkomlega valfrjálst. Þannig að tilfinningin hjá fólki á að vera þú ert með ríkið í vasanum, ríkið er ekki með þig í vasanum. Algjörlega, það er lykilatriði. Þetta er virkilega spennandi verkefni og bara mjög inspírandi erindi. Bara kæra þakkir, Andri Heiðar. Og þá ætlum við að halda áfram með dagskrána. Ég ætla bara að standa hérna áfram, komin í feeling hérna á miðju gólfi og það er Einar Gunnar Guðmundsson sem er sérfræðingur stafrænna umbreytinga hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem ætlar að flytja erindi sem hann nefnir hvernig tengjum við ríkið, betri þjónusta með tæknilausnum. Gjörðu svo vel, Einar Gunnar. Takk kærlega fyrir og ráðherra og Andri, takk kærlega fyrir ykkar innlegg. Ég ætla nú að byrja kannski að segja hver ég er. Ég er tiltölulega nýr hjá fjármálaráðuneytinu. Minn bakgrunnur ég var í 10 ár hjá Arion banka þar sem ég leiddi starfið gagnvart svona frumkvöðla á nýsköpunarumhverfinu en kom mikið inn í þessa stafrænu umbreytingaferli hjá bankanum á sínum tíma.
En ég starfa sem sagt á skrifstofu stjórnunar og umbóta í fjármálaráðuneytinu og maður getur spurt sig hvað í ósköpunum gerir skrifstofa stjórnunar og umbóta. Jú, við erum meðal annars ábyrg fyrir öllum óefnislegum eignum ríkisins. Það er að segja allt sem annað heldur en húsnæði og vegir. Og hvað þá óefnislegar eignir? Já, það margt. Það sem kannski svona mest relevant í þessu samhengi sem við erum að tala hér, það eru umbætur, það eru stefnumótun og þetta tvennt svona á mínu borði. Og það eru atriði eins og innkaup og nýsköpun og kerfisleg þekking. Og þetta allt saman mjög svona óljós hvað því ferlar og annað. En stafrænir innviðir eru sem sagt ein af þessum atriðum sem eru á okkar borði. Og talandi stefnumótun, já, að þá það nú búið að tala þetta, stafrænu stefnuna sem var birt í júlí og ánægjulegt að segja frá því líka að bara í þessari viku þá voru birt drög að stefnum notkun skýjalausna. Og ég ætla bara örstutt að setja þetta aðeins í samhengi því það svona gefur líka það sem Andri og ráðherrar eru búin að vera að tala á hvaða vegferð við erum. En sýnin sem sagt þessi að við ætlum okkur algjörlega að vera í fremstu röð. Við viljum sannarlega auka samkeppnishæfni landsins. Stafræna þjónustan, augljóst á því sem Andri að segja, þarf að vera skýr, örugg, einföld og hröð. Upplifun notenda, ráðherra konu heldur betur á það. Við þurfum að standast samanburð við það sem best gerist. Spara dýrmætan tíma fólks, það nú heldur betur búið að ræða það hingað til. Og það hvaða kolefnisfótspor eða áhrif á náttúruauðlindir. Þetta rímar tiltölulega nokkuð vel við sýnina sem Andri og ráðherra töluðu Nú en markmið sem sagt á þessara stefnu, þið sjáu þessa 4 punkta. Hvernig yfirfærum við þetta þá bara á líf okkar? Og þetta náttúrulega gerum við því að þróa þjónustu við almenning og fyrirtæki. Mjög góð dæmi sem við erum búin að sjá hingað til. Það gerum við til dæmis með að horfa á lífsviðburði, fæðast, gifta sig og svo framvegis og að gögn opinberra aðila verði þá aðgengileg og hagnýtt. Þetta þarf náttúrulega að gera líka á sama tíma á persónuvernd og upplýst samþykki séu algjörlega í lykilhlutverki. Við ætlum okkur að nota stafræna leið sem aðal samskiptamátan í gegnum Ísland.is og lykilatriði að við ætlum að færa gögn en ekki fólk til að mynda í gegnum strauminn eins og komið hefur fram. Og við ætlum að tryggja hæsta mögulega öryggi í gagnaflutningi og aðgangsstýringum og lykilatriði við sjáum að staðlaðar lausnir en ekki sérsmíðaðar. Og síðan þegar kemur eins og nútímlegra starfsumhverfi að þá náttúrulega ríkið byrjaði á því 2018 að innleiða Microsoft lausnir og þeim samningi var áframhaldið að hann var endurnýjaður til 5 ára fyrr í sumar og við ætlum okkur að nýta möguleika þeirra þjónusta svo sem með sjálfvirknivæðingu með ábyrgum hætti. Ég ætla nú ekki að tala skýjastefnuna, hún ennþá í samráði en læt nægja að tala markmiðin. Sýnin nokkurn veginn svo sama með örlitlum blæbrigðum en læt nægja að tala aukið öryggi, betri þjónustu og meiri nýsköpun. Nú erum við að tala stefnur og hvað þýðir það þá raunverulega? Hvaða tól og tæki eða verkfæri hefur ríkið til þess að hrinda því sem meðal annars Stafrænt Ísland að vinna með? Stefnur eru augljós tól og tæki og gjarnan vanmetin en það skiptir gríðarlega máli að þetta sé ekki bara orð á blaði. Öllum stefnum þurfa að fylgja markvissar, skipulagðar aðgerðir og allt þarf þetta að vera mælanlegt. Og það sem skiptir líka máli að stofnanir og jafnvel sveitarfélög geta þá út frá stefnunni móta sínar eigin áætlanir sem án þess þó að missa sjónar á heildarmarkmiðum sem að stefna ríkisins hefur. Og við heldum áfram að hugsa tól og færum okkur aðeins úr á stefnulevelinu í meira af það sem praktískt og það nú heldur betur það sem Andri að tala Við náttúrulega það sem Andri var að sýna hérna, þetta bara mjög einfalt dæmi það hvernig ríkið að þróa vörur og þjónustu að bæta þjónustu við almenning, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög.
Þannig þetta einhvers konar hlaðborð af þjónustum sem við nýtum þvert á kerfið, fækkum dreifingarleiðunum, bæði efnis og gagna og gegnum þessa miðlægu þjónustugátt. Það sem alveg vert að leggja smá áherslu á ráðgjafarhlutverkið sem Ísland.is og að það bara mjög mikilvægt að stofnanir og aðrir fyrirtæki leiti sér ráðgjafar. Og þá nú oft þannig, hvenær á maður að gera það? Já, yfirleitt þegar fólk komið í ógöngur og veit ekki hvað á að gera, þá kominn tími til að hringja í vin. Talandi önnur tól og tæki sem eru þjónustu á lausnir, sem eru þessi tæki sem að ríkið hefur, og nú ég meira að hugsa kannski inn í ríkiskerfinu. Það að vera með samræmdan skrifstofuhugbúnað fyrir alla ríkisstarfsmenn og skólakerfið skiptir bara mjög miklu máli. Þarna erum við að vinna í samtengdu, samræmdu umhverfi, þar sem við látum gögnin einmitt ferðast en ekki fólk, auki gagnsæi og skilvirkni. Við erum í mun öruggara umhverfi. Við fórum úr svokölluðum E3 í E5 leyfi með nýja samningnum. Við höfum betri yfirsýn yfir öll öryggisatvik. Allar uppfærslur eru samræmdar og gerðar miðlægt en ekki hjá einstaka stofnunum. Mjög stórt atriði. Og talandi nýjar lausnir, ég meina, náttúrulega COVID hjálpaði okkur mjög mikið með innleiðingu og Teams, sumar stofnanir eru búin að taka út símana sína og nota símkerfið, OneDrive til að deila gögnum án þess að þurfa að vera að senda viðhengi, það er að segja hópsvæði, innrifið yfir í gegnum SharePoint, allt þetta liður í því að gera okkar umhverfi nútímalegra. Miðla innkaup, eitt verð fyrir alla, ekki að hver stofnun sé að semja fyrir sig. Umsýsla leyfa, það bara oft mikið mál. Ólíkar tegundur og leyfum hver að halda utan þetta og svo framvegis. Þannig erum við að eyða sóun. Og lykilatriði hér, hugsa heilt á kerfið, ekki bara fyrir viðkomandi stofnun, heilt á kerfið. En svo það bara eins og Andri bendi líka á, bara það að innleiða það uppfara, það bara mjög mikið átak, en atriðið að þarna verið að fjárfesta í tæknilegum innviðum. Og sú fjárfesting, þegar maður svona komin í gegnum skaflinn að mestu leyti, að þá þetta eitthvað sem að skila sér. Og ég ætla aðeins að staldra á þennan Microsoft-samning. Fólki kannski finnst þetta að vera eitthvað svona bara einfalt mál, sem það bara alls ekki. Við erum að tala þetta snertir 80.000 notendur, rúmlega 13.000 starfsmenn hjá ríkinu. 365, það ekki bara Teams, Word, Excel og PowerPoint. Þarna mikið hlaðborð á þjónustum og ég vil bara hvetja sérstaklega stjórnendur í stofnunum að finna þetta fólk sem áhugasamt innan ykkar vébanda til þess að kynna sér þetta og leysa á lægin ekki þá krafta sem að felast í þessum pakka. Og það sérstaklega hægt að nefna atriði eins og Power BI og Power Automate, en þetta bara þetta gríðarlega sterkt og öflugt tæki. Í þessu samhengi, þetta nú bara örstutt, öll þjónusta í kringum Microsoft-leyfin hjá fjársýslunni. Þar þið sjáum nú þarna Microsoft-hnappinn og þar við erum búin að opna núna í vikunni svona wiki-síðu sem á að svara öllum spurningum, einföldum og erfiðum, svona gagnvart það sem snýr að ríkinu og hvet stjórnendur til þess að kynna sér það. Og Andri kom líka að reyna á þetta með mannlega þáttinn. Þetta bara ekki hægt að vanmeta í stafrænum umbreytingum og umbótastarfi. Þannig að, og þar gegna stjórnendur í okkar ágætu stofnunum bara lykilhlutverki að það skiptir máli að vera hvetjandi, skapa gott fordæmi, hvetja fólki til þess að sækja sér þjálfun og aukina þekkingar, hvort sem það nú í gegnum stéttarfélög eða aðila á markaði. Þið þekkið ykkar fólk, það ykkar hlutverk virkja þennan kraft. Ef að góð þjónusta í boði, við mögum ekki gleyma af hverju við erum að þessu. Ef það góð þjónusta í boði, þá verður hún nýtt. Við sjáum þetta bara, þetta nú heimsóknir eða þetta fjölda sendra skjala í gegnum miðlæga pósthólfið. Við sjáum þetta, ef við berum saman til dæmis hvað gerðist bara á síðustu 5 árum í bankakerfinu, einfaldar lausnir eins og bara frista kortið, framlengja heimildum, dreifa kreditkortinu og annað. Allt gríðarlega praktískar lausnir sem í boði
af því að hún var relevant. Það fólk skilur þessar þjónustur og því það nefnilega þannig að viðmið almennings, hún snýst ekki það að bera saman ríki við það hvernig það var fyrir 1 ári eða 5 árum. Viðmið almennings og fyrirtækja eða fólks í fyrirtækjum það sem maður getur kallað svona best in class. Og það eru til dæmis bara þessi upp sem að þið sjáu hérna. Ég meina við þekkjum þetta öll og það var, Bjarni talaði nú hérna áðan sakavottor. Ég talaði við 18 ára frænda minn í vor þegar hann var að sækja vinnu, þurfti að skila inn sakavottori út af vinnunni og hann segir, já, þetta var rosa fínt að gera þetta heima en rosalega tók þetta langan tíma. Ég segi, nú? Já, hvað tók þetta langan tíma? Ég okkur 3 mínútur. Og það var bara að fá það nýtt á takkan, þá var hann búinn að fá þetta, hann var alveg að verða vitlaus. Og þú veist, versus það sko að hvernig þetta var fyrir 2 árum, þegar það þurfti, eða bara í fyrra sko, að þurfa að fara og sækja þetta með öllu því sem það tilheyrir. Og það líka aðeins búin að tala þessa sóun í kerfinu. Ólíkar aðgerðir, umsóknir, kannanir, staðfestingar, móttaka og gagna. Hugsið ykkur setjum bara mjög einfalt. Það voru 10.000 vottorð sem það þarf að skila og það í gamla ferlinu tekur það 8 mínútur fyrir 1 starfsmann að sinna því. Með því að sjálfvirknivæða hlutina eða einfalda þá að þá tekur þetta 1 mínútu. Þetta eru 70.000 mínútur sem gera sko 8 mannmánuði í vinnu. Og þetta þýðir bara að við getum verið að fókusera á annað eins og, Andri bentir og ég alltaf að vitni í því, Andri. Og þetta bara gríðarleg tækifæri því að við séum að veita betri þjónustu. Og á þessum nótum, ég ætla ekkert að staldra við þessa glæru, ég bara hvetja stjórnendur til þess að kynna sér Power Automate sem undravert tól í því að sjálfvirknivæða einfalda ferla. Á lokum þá ætla ég að skilja stjórnendur. Ég mest að tala til stjórnenda og starfsfólks í stofnunum og í sveitafélögum. Bara 5 haldbær ráð. Notum þjónustu.island.is. Setið þetta í samhengi við ykkar starfsemi, finnið það sem hentar, horfið á ykkar rekstur, reyniði að nýta það sem best. Straumurinn, hann er svo augljós í því hvernig við getum deilt með okkur gögnum, auðgað gögnin, þannig veitt betri þjónustu, jafnvel tekið betri ákvarðanir út af því að við höfum meiri upplýsingar. Fækkum dreifilegunum. Það óþarfi fyrir alla stofnanir og öll sveitafélög að búa til mínar síður. Þessir aðalega geta haft sín gögn innan á sínum þjónum eða í skýinu, en leyfum Íslandi.is að vera fyrstu stoppistöð. Það hafa allir talsverða hagsmuni á því. Nú ég búin að tala þetta, nota Microsoft tólin, það búið að fjárfesta í þessu, við erum áfram í því, notum það sem til til þess að auðvelda okkur verki. Og síðast en ekki síst sem að mögulega ætti að vera fyrsti punkturinn, að við skulum fóstra okkar góða fólk, hvetja þá þau sem eru áhugasöm, styðjum þeim til þjálfunar og þekkingarauka. Með þessu móti þá þakka ég fyrir mig. Takk hérlega fyrir þetta, Einar Gunnar. Við erum búin að fá fullt af áhugaverðum spurningum. Við ætlum samt að halda áfram með dagskrána hér, komum kannski þessum spurningum eftir því sem að framvindur í dagskráni. Síðasta erindi fyrir hlé verður flutt af Kaidi Kerli Kerner, so I'm gonna switch to English while introducing her. She is the Strategic Planning Director of the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, and her talk is called Estonia's Journey and Lessons Learned Towards Becoming a Fully Digital Country. So Kaidi Kerli Kerner, the stage is yours. Hello from me. As I was introduced, my name is Kaidi. I'm really happy to be here and thank you so much for inviting us. It is my very first time speaking about Estonia's solutions and what other countries may want to learn from our mistakes and lessons. It's the very first time I'm speaking with
people who are from a smaller country than us. It's quite a challenge to find that country. And I think what is wonderful is that it's so much easier to exchange experiences with a country that has the same and similar issues and struggles, that doesn't have endless finances, that doesn't have endless resources when it comes to people, that has to really strategically think before taking any steps and really think ahead, because any of the resources that we have are not that, it's not smart to spend them unwisely. So it's really wonderful to be here. Just a quick question, where's the clicker for the slides? It's in the podium. Okay, perfect, thank you. My role in the ministry is strategic planning director. And I'm going to talk about a couple of lessons. I'm going to go through like a little school day with you. We're going to have a history lesson, a bit of a math lesson, a bit of a art history lesson, and if we're all good students, maybe we won't have extra homework, but I won't guarantee that. So why being here today is extra important. Estonia celebrated its anniversary, 30th anniversary of regaining its independence just last week. And I think it's very relevant to remember that Iceland played a very big role and a very big part in that era 30 years ago. Now, you guys and us, we had a very similar path, or we were walking on a very similar road, getting our independence in 1918. In 1944, however, history took a very different path for the both of us. We were occupied by the Soviet Union, and this photo is actually taken decades ago. It is from a square or a town hall square that didn't have a name at that point. And that's a statue of Lenin during the Soviet Union. The statue was there about 40 years. And it was taken down in 1991. Forgive me for the photo, it's not a particularly beautiful photo because it was taken 2 days ago with my very old iPhone. But this square is actually, this building is the Ministry of Foreign Affairs, and the square is Iceland Square. So Iceland was the very first country in the world to recognize Estonia's independence in 1991, just 2 days after we declared or redeclared our independence. So Iceland has we have a very soft spot for Iceland. And knowing especially that you're a small country, so any kind of a big gesture is even a bigger gesture coming from you guys. And it was actually a very rare occasion. As far as I know, it's the only square that's named after a country in Estonia. It's a very rare occasion politically to do this. So whenever you're in Tallinn, it's in the middle of the city center. But coming to the Estonia's journey in the past 30 years. So what have we been up to? Quite a lot. If you have nothing, then it's very easy to build something. It's a lot difficult
a lot more difficult to tear something down and then start building it. A lot easier. I'm trying to be an optimist here. A lot easier to build something if you don't have anything. So 30 years ago, we basically didn't have any online systems, any digital systems. We didn't have legacy systems. That's why we don't have to struggle with legacy systems as much as many other bigger countries, for example. And what have we been doing the past 30 years? So Estonia is covered by broadband connection, the whole country. 99% of our state services, public services, are online. There are two things in Estonia that you can't do online. You have to actually physically show up to do. Any guesses what those two things are? You can't get married and you can't get divorced online. Before the coronavirus, you couldn't also buy and sell property online. So you couldn't sell a house or buy a business. You would have to physically show up. Due to the coronavirus, we changed that. So notaries, if they allow it, are allowed to do the transaction with two parties digitally and confirm the two parties digitally. The reason why we don't do marriages and divorces online is, or the reason we didn't do businesses so far as well online, was that we just wanted to be extra sure that the person wasn't coerced into this decision. So there would have to be a person to check that, yes, you actually do want to marry this person, or you actually do want to divorce them. So that's why those two services are still physical. All of the other state services, public services in Estonia are online. I only need to sign up. Used to need this ID card. Now I don't even need this. My phone is enough to sign and log on and do health, see my health situation or my doctor's appointments, do my taxes online, register my car, so on. The usage of e-services in Estonia grows about 7% each year. Our budget is roughly around 1% of our state GDP. So the budget for all e-services and e-infrastructure. So a brief history lesson. How did we get to this point? How did we get to the point where we have 99% of our services online and people actually really do use them and prefer to and demand using everything online and get very frustrated if they can't use it or if a system is down for 2 seconds? So we started off with e-banking. In my opinion, it's a very smart thing to start with something that people use every day and need to use every day, which is money. So we started off with e-banking, moving our banking online, accessing finances online. As I said, the next thing was an ID card, which was very relevant because it gave a digital identity to every and each person in Estonia. So every adult person, but preferably kids as well, should have an ID card and their own personal ID number. The ID number is not it's not sensitive information. So for example, you guys can know my ID number, you can't do anything with it, you can't harm me in any way. It can be public information, but it is a very relevant piece of information when I want to identify myself.
Tiger Leap was, in the late 90s, early 2000s, a project run by the government to support that all of the schools in Estonia would be online and would have access to high-quality IT education, starting from first grade. X-Road is something that you guys are aware of already. I heard, even Icelandic, I heard it being mentioned before. X-Road is an information way we share information between public institutions. I'll come back to that a bit later. Once only principle was very important. So deciding and making sure, and we still try to make sure that if I go and tell, let's say, some kind of institution or a ministry or DMV or whatever organization, public organization, if I give them my information, where I live, what's my phone number, the once only principle states that other public service organizations basically are not allowed to ask this information from me again. They have to get it from their systems. So I don't have to tell my name and my phone number and my address over and over again every time I communicate with a public sector institution. And this kind of really forced public sector institutions to rethink how they do things and really internally look at their processes instead of asking the client or the customer or the person over and over again things. Digital signature, being the first country in the world to use officially digital signatures, so we do sign everything online now. I haven't physically signed a document in years. A brief history lesson in what we've learned. You can't only learn from successes, you learn from bad situations as well. Estonia was also the first, or one of the first countries in the world who was actually, as a state, cyber attacked. In 2007, we had a political situation in Estonia where the government wanted to move a statue in the middle of the capital. It turned into a very strenuous situation with the local Russian population. And it resulted in Estonia being cyber attacked for days and for a couple of weeks after this in 2007. So this was an actual attack towards the state. Many of our websites, state websites, banks were offline due to these cyber attacks. This taught us to really look at cybersecurity, really put effort, finance, and resources into making sure that everything works, everything stays online, and I'll come back to that, how we're trying to make sure that our country stays online, even if we physically may not even exist. The cultural and other reasons why Estonia kind of made it as far as we did is, I think it's a very important thing to look at the cultural situation, not only the technical side of it. It is the personalized ID numbers that I was telling you about before. Estonians didn't have a cultural issue with being identified by a number. Now, this is something that doesn't fly in many countries. I think Germans cannot even picture a culture, again, where every person is identified by a number for obvious historic reasons. Estonians don't have that cultural background, so we didn't have a problem with everyone having a specific number, and that number being a way to identify us. In the late 90s, early 2000s, public sector, unlike in many countries, was the
driving force behind innovation. When it came to investing, when it came to creating solutions, public sector was the leading force behind innovation. And it, in many ways, still is. That meant we were able to do very quick and very big decisions. For example, implementing ID cards, implementing e-voting. So we don't vote, or you can vote physically, but you can also vote digitally for the past 16 years now, for our parliament, for the European Parliament, for local elections. I personally haven't voted physically for the past 15 years. And I can do it from Iceland if I want to. There are elections coming up in October, so. So we didn't have, as I said, we didn't have a legacy issue. And we're a small country. So this is where Iceland kind of, we're similar. It's a lot easier to implement change in a small country. It's a lot easier, it's a lot quicker because you have a lot less people to run your ideas by. You can make change happen a lot quicker, experiment with things, even if they don't work out. Uber and Taxify both were allowed very quickly to operate in Estonia because we were, hey, let's try it. Let's see what happens. Of course, there were kind of setbacks. Of course, there were objections to this, but we're willing to try and see. So the X-Road, which is an important way of us exchanging information between public sector offices and ministries and institutions and agencies. What we've learned is we have to change that a bit as well. X-Road used to work basically like this. So if I would go to, let's say I'm going to go and register my car. I'm going to go to the DMV, that's point A. Now they have to ask or check if I am who I say I am. That's why they're sending a question to B, let's say it's a population registry. Right now, the way it works is if B isn't working or is offline or is broken, basically the A will just stand there and wait for an answer. That may come, but never know when. The way we want to do it is a lot different. Instead of being like, if you use Facebook Messenger to chat with anyone, and you want to know something, instead of asking and sending a message to one person, we want to make it so that you basically just throw the question out there, and if there's someone else who knows, so you throw a question basically into a chat room, it's a very simplified way of explaining it, and if there is anyone else who knows the answer to this question, the answer can come quicker, and they can reply to that. So it's still changing systems that we've understood work really well, but might not work under some circumstances, and how to change that. So what our current big topics are that we are dealing with is e-residency. Estonia is the first country to offer e-residency for people who are not residents of Estonia. So validating them as people, as a person, and allowing them access to the European market or Estonia's market, allowing them to set up a business. That's a very different way of thinking that the population of your country is not just the people who hold your passport, but other people may want to have access to your services as well.
Very big topic is data embassy, coming back to what I said about being a country even if you don't have a physical country anymore. So a couple of years ago, we set up our data embassy in Luxembourg. Right now we have 10 of our state data systems in that embassy in Luxembourg. So what that means is if we were to be physically occupied tomorrow, or let's say everything you own burns down and you don't have a single document to prove who you are, and the population registry burns down, and they don't have a single document to prove who you are and what you own, that information is still in Luxembourg. So you can literally not lose your country or the information you have about your people. Cross-border services. Now this is where NIS, Estonia is part of NIS, Nordic Institute for Interoperability Systems. And we're very, very happy to have Iceland there as well. But it's very important to build cross-border services as well. We're not physically in the same country all the time. We want to travel, we want to use different services in different countries. We have ongoing services with Finland right now. So for example, people who have medical prescriptions in Finland can cash them or get them in Estonia and vice versa. So building those cross-border services is a very important topic for us as now. And proactive services. This is my personal favorite topic, is proactive services and why we need them. And this is a short math lesson, why we need proactive services, or what proactive services actually do. I understood the need for proactive services when I saw a friend of mine's Instagram post. She's American, well, she's Estonian who moved to America. So she has had her education in Estonia, now lives in the United States. And she was doing her taxes. Our favorite thing to do during the year, isn't it? Now, for an average American, doing taxes takes about 8 hours. Filing taxes to the tax board takes on average 3 hours. Now, she was angry. She was frustrated because she was asking why we had to learn so much high-level math instead of learning how to do our taxes. And I think she's not the first or the last person to ask that question. Why do we have to study the things we just study in school instead of studying the things that we actually need to use every day? So, brief math lesson. These are called polynomials. I think you guys know very well what these are. I just didn't know what they were called before. So why did we have to learn this? This question is so popular that it's in its own meme. So we still don't know how to do our taxes, yet we can do polynomials in our sleep. So thanks a lot. Now, I don't have to do my taxes. I don't know how to do my taxes because I don't have to know how to do my taxes. Learning it in school 20 years ago would have been a complete waste of time because about 2 years after I graduated school, Estonia started doing taxes online. And I have no idea how that system works. Once a year, I log on, I see what the tax board has calculated, I press OK, and that's done. It takes me literally less than 2 minutes. So learning how to do my taxes would have been completely pointless. Learning polynomials and understanding, well, that can land you a very well-paying job in this market today. So
it's important to know how proactive service, and what's the point of proactive services, is doing things in a way that people don't have to do them. Building public services so people don't have to know where they have to apply the service from, what rights do they have, when to apply something from somewhere. Building a service that the state, who already knows if you're eligible for something, tells you, hey, we found out you had a baby last week. Congratulations. Here are some things you're eligible for. By the way, in 3 weeks, you should name your baby. You can do that here. Click here. That's basically how a proactive state should work. We're on that path, on that road, not quite there yet. And I have to start wrapping up. So tomorrow, what's our plan? Tomorrow, as I said, proactive services and life-based event services, very important topic for us. Cross-border services, building those, we just have a couple right now. But in an ideal world, we would have everything cross-border with our close neighbors. Data use and data ownership, data sharing with private sector, not just the public sector. Moving to the cloud, a very important topic for us. So all of the systems that the public sector use would be in the cloud as well. AI, that's a big topic. I would be happy to talk about it, but that's a big part of our challenges for the next couple of years is using AI, having basically a public sector Siri or Alexa talking to people in a couple of years. Green ICT, my favorite pet project as well. When we're talking about green ICT, we're not talking about greening with ICT, we're talking about greening ICT itself. So making sure that our ICT doesn't have as big of a footprint as it does right now. And cybersecurity, big topic, of course, how to keep up with growing numbers of attacks and growing complexity of attacks. And making sure that we have up-to-date, very fast internet across Estonia. Estonia, like Iceland, we have a lot of households and a lot of families that are in remote locations. So we have questions like you guys. We want to decide everything quickly, but you have to talk things through. That takes time. Of course, ethics, especially when it comes to data, is a question always. Maintenance and financing of ICT. Keeping everything up to date is, of course, a challenge. Like you guys, we only have, well, we're a big country compared to you guys. We have 3-4 times more people, but it's still our engineers and cybersecurity experts are the biggest problem or the biggest wish we would have more of. As I said, increasing attacks and ICT use in private sector, not only public sector, and illiteracy. So people knowing what they do online and how they do and how to protect themselves. And my last slide, and then we have a minute left. This is the extra homework. So my master's is in proactive services and ethics. So just a couple questions to think about when we build public services, and if we build public services proactively. Does my personal data fully belong to me, or should the state intervene and not
allow me to sell my data, for example, or exchange my data? Should the state step in and set boundaries? So does personal data really belong to me? How do proactive services affect our autonomy, our right to decide when and how I want things? And should we allow opting out of digital states? Should we allow people to decide to be completely off-grid and not share any data? Estonia has chosen not to build a opt-out state because we just can't afford to have many different states in one country. But it's always an interesting topic to discuss. So these are my lessons to share. I hope that was something you was expecting, and I answered some of your questions. Yes, thank you very much, Katie. Thank you so much for sharing your thoughts and your guidance, and I hope this friendship and cooperation between the countries will continue, because we have a lot to learn, and this was really inspiring to hear. You ended on the note of ethics, very intriguing questions, of course, something we have to consider as well. A lot of questions we have here generally have to do with access for the elderly and people who are not used to using digital systems for services, and that's something we have to, of course, look into. And then there's one question also about digital voting. There's a person here who is asking, like, how do you have any methods to prevent people from interfering with voting, like parents of children who have just turned 18 and such? Do you have? Well, the very important way e-voting is built in Estonia is that you can cast your e-vote as many times as you want. So a physical vote, you go to the booth and you only give it once and that's it. And they make sure that nobody's in the booth with you. But the reason exactly for being allowed to give your vote electronically as many times as you want during that period is exactly because of that. So to make sure that even if you are starting to vote behind a computer and someone is standing over your shoulder and telling you to vote for that person, you can do that and then just vote for someone else tomorrow and change your vote. There was actually a guy who tested this. How many times can he change his vote before someone gets worried? It's roughly around 330 times until the police showed up. Because they literally want it, not because it's illegal. It's not. You can change it how many times, but police kind of started to get worried, is something wrong? So he tested it. How many times can you change a vote? It's a week-long process that online voting is open in Estonia. So yeah, you can change your vote how many times you want. And your parents, unless they put you in a locker for a week, can't really do anything about it. I'm just afraid this is opening up a wormhole here for Icelanders. We are very indecisive people usually, so having the possibility of changing our vote 300 times, I don't know what it would lead to. But this is very interesting. So this was maybe like a trial and error. Yeah. But I think we did it from day one this way. Of course, campaigning during that time is not allowed. So, and we are not following the results in real time. So e-voting results are published at the same time as physical results, so all together. So it doesn't affect, we don't publicize e-voting results before the election day. So. Very interesting. So, thank you very much, Katie. You're welcome. Þá höfum við lokið fyrirhluta dagskrárinnar hér í dag og bara minna á það að eftir hlé þá höldum við áfram í tveimur hlutum. Verðum annars vegar hérna áfram með fókus á þjónustu og svo verðum við hérna í öðrum sal undir stjórn Kristjánu þar sem við ætlum að fókusa frekar á tæknilegu hlutina eða þróunar hlutan og hvetjum ykkur bara til þess að kíkja á dagskrárna sem ætti að vera þarna fyrir framan ykkur í streyminu og hérna finna þá þau erindi sem að ykkur þykir áhugaverðust. Þá vil ég að lokum aðeins bara fá að segja að þið eru búin að vera mjög duglega að setja inn spurningar. Það er mjög mikið af fólki að fylgjast með þessu hér og það eru bara nokkrar spurningar sem er okkar að henda hérna fram. Það getur vel verið að fólk ná að svara þeim hér á eftir. Það eru meðal annars spurningar sem að varða
rafrænan aðgang að þjónustu þegar einstaklingur ekki fær að nota slíkt, til dæmis vegna fötlunar eða sjúkdóma. Þá einnig spurt eldri borgara, hvernig hægt að hjálpa þeim að taka þátt í stafrænni umbreytingu, til dæmis að ná sér í rafrænu skilríkin, og svo virðist fólki líka vera umhugað svolítið íslíkilina, því að eins og kemur fram hér og þetta eitthvað sem að Stafrænt Ísland mun kannski kommentera á hvort sem það verður á þessum vettvangi eða annars staðar. Það verið að benda á það að íslíkillinn eða rafrænu skilríkin séu ekki aðgengileg fyrir fyrirtæki og eins með fólk sem er staðsett í útlöndum. En ég gerir ráð fyrir að þetta séu allt saman mál sem er í einhverjum farvegi og verður kannski kommentað á hér á eftir. En það er fullt af spurningum og ég mun halda áfram að koma þeim áleiðis. En við höldum áfram hérna eftir stutt, komum aftur klukkan 14:30 eða svo. 15:30 eða svo. Nei, klukkan 15, afsakið. Takk hérlega.
Komið sæl aftur á ráðstefnuna Tengjum ríkið, opin ráðstefna stafræna framtíðins opinbera. Ég heiti Bergur Ebbi og hér ráðstefnustjóri. Við erum búin að vera að hlýða á virkilega fróðleg erindi frá ráðherra og framkvæmdastjóra verkefnisins ásamt sérfræðingum og svo henni Kæti Kerner frá Íslandi. Það sem hún fór yfir þessi mál í sínu landi. Þetta búið að vera virkilega fróðlegt. Hún meira þess að skildi okkur eftir hérna með stórar siðferðislegar spurningar stafræna framtíð. Hvað gerist ef maður vill ekki taka þátt, hvað verður gögnin og fleira, og þetta bara virkilega áhugaverðar og mikilvægar spurningar sem að fylgja þessu ferli öllu. Og talandi spurningar, þá erum við aktíft að taka á móti spurningum hér. Þið getið séð það bara hérna á vefstreiminu hjá ykkur í gegnum Slido, og þar erum við búin að fá fullt af spurningum, margar svona sérhæfðar spurningar sem varða framtíð íslíkils. Við erum búin að fá spurningar aðgengi þeirra sem að eiga erfitt með að nýta sér stafræna þjónustu og hvernig verður komið til móts við eldri borgara, og margar virkilega góðar spurningar. Framkvæmdastjórinn Andri Heiðar var að segja við mig hérna áðan að öllum þessum spurningum verður svarað, eitthvað verður kommentað á hér af fólki sem að mun stíga hér á svið og tala, en svo verður líka auglýst á næstunni opinn spurningatími á vegum Stafrænt Ísland, þar sem að Andri Heiðar tilbúin að sitja fyrir svörum og svara öllum ykkar spurningum, auk þess sem að svör við þessum ákveðnu spurningum sem þegar hafa komið fram verður svarað eftir þeim leiðum sem að henta hverju sinni. Þannig ég hvet ykkur til að halda áfram að spyrja, og ef það eitthvað sem að vekur athygli ykkar í erindunum sem að koma fram hérna á eftir, þá endilega setja inn spurningu, og það aldrei að vita líka ef að tími gefst til að ég ná að koma þessum spurningum að til viðkomandi fyrirlesara. Við erum að halda áfram hér í Kaldalóni og þessi hluti ráðstefnunnar nefnist þjónusta. Við erum að fara að heyra reynslusögur frá samstarfsstofnunum og samstarfsaðilum, fólki sem er að nota þessa þjónustu og er tengt þessari kjarnastarfsemi sem að Stafrænt Ísland býður upp á. Við erum líka með annað streymi sem er mjög lett fyrir ykkur að sjá, og ef ykkur líkar betur eða það er eitthvað sem vekur áhuga ykkar þar, þá hvet ég ykkur til þess að kíkja á það einnig. Það er hérna í salnum við hliðina sem heitir Rýma og nefnist sá hluti ráðstefnunnar þróun. Það er áherslan meira á svona tæknilega þróun, þar sem við kíkjum aðeins undir vélarlífina í þessum málaflokki. Þannig að við heyrum svona aðeins meira frá fólkinu sem er að forrita þessar lausnir og svo framvegis. Virkilega áhugaverð erindi þar og það er hérna umræða sem er stýrt af Kristjánu Björk Bardal, sem er sérfræðingur í þjónustu og umbreytingu á þjónustu og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. En við ætlum að halda áfram hér með þjónustuna, og fyrsta erindi sem við ætlum að heyra, ég er virkilega spenntur að heyra það, af því að það nefnist sýslumenn í sókn, og þannig viljum við hafa sýslumenn. Við viljum hafa það í sókn alltaf, og það er sýslumaðurinn á Suðurlandi, Kristín Þóradóttir, sem er næst hér í pontu. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, það er gaman að heyra að þú ert spenntur fyrir sýslumönnum. Ég vona að það verði fleiri eftir þennan fyrirlestur. En þannig 18. maí síðastliðinn, þá var stór stund fyrir sýslumenn. Þann dag fluttum við vefinn okkar alfarið inn á island.is. Sú ákvörðun að flytja vef sýslumanna þangað inn var stór og fól í sér að þér virtist á stundum botnlausa vinnu fyrir starfsmenn embættanna og marga aðra. En hún hafði líka í för með sér svo mikla framfarir í þjónustu við almenning. Það hefur mikil áhrif þegar að stofnanir með svo víða skírskotun í stjórnsýslu ríkisins taka slík skref, en sýslumanna er getið í yfir 100 lagabálkum í lagasafninu, í tæplega 200 reglugerðum, og árlega nýtir helmingur landsmanna sér þjónustu embættanna á einn eða annan hátt. Sýslumenn hafa sett sér markmið að vera leiðandi í rafrænni þjónustu ríkisins. Sú afstaða byggir ofan á framtíðarsýn dómsmálaráðherra sem felur í sér að embættin veiti framúrskarandi þjónustu, óháð búsetu og staðsetningu hvar og hvenær sem er, eftir því sem hentar almenningi hverju sinni. Nýr vefur sýslumanna á island.is með öllum þeim þjónustuleiðum sem þar í boði er frábær fyrsti áfangi á leiða eftirsóknarverðum stað. Mér langar að segja ykkur aðeins frá vegferðinni sem sýslumenn fóru í, leiðina nýjum vef og hvernig svo ákvörðun að reima sér skóna og taka stökkið hefur áhrif á almenning og opinbera aðila aðra. En við erum líka bara hvergi nærri hætt og mun ég segja ykkur frá næstu vörðum,
sem við hyggjumst hlaða á vegferð okkar í okkar sókn, leiðinni að markmiðinu að verða leiðandi í rafrænni þjónustu ríkisins. Sýslumannaráð var sett á laggirnar árið 2015 við sameiningu embættanna úr 26 í 9 og var því falið veigamikið hlutverk. Meðal annars það að vinna að sameiginlegum verkefnum sýslumanna, að vera til ráðgjafar þróun starfs- og upplýsingakerfa og að annars sameiginlega vefsíða embættanna. Embættin stóðu frammi fyrir þeirri staðreynd að þau voru í miklum rekstrarvanda, að starfs- og upplýsingakerfi voru gamaldags og þjónusta þeirra þar af leiðandi. Það var sameiginleg skoðun sýslumanna og dómsmálaráðuneytis að grípa þyrfti til róttækra aðgerða og þegar stjórnvöld settu fram stefnu mikla aukna áherslu á stafræna þjónustu hins opinbera sáum við rakið tækifæri til að vinna bug á framangreindum vanda embættanna. Ákvörðun var tekin og stefna var mörkuð. Boðleiðir voru skilgreindar og einfaldaðar. Það er ekki alveg einfalt að leita samráðs og taka skjótar ákvarðanir með 9 sjálfstæðar stjórnsýslustofnanir. Og því kom sér vel að löggjafinn hafði hugsað fyrir sýslumannaráði á sínum tíma. Verkefnastjóri var ráðinn og hann tengiliður sýslumannaráðs við embættin og þeirra fjölmörgu samstarfsaðila. Sýslumannaráð ákvað forgangsröðun verkefna sem byggði á mati á flækjustigi þeirra og samfélagslegum áhrifum. Hvaða þjónustuleið er einföld en gagnast sem flestum? Byrjum á því. Öll samskipti fara í gegnum verkefnastjóra og hvort sem ræðir samskipti starfsmanna sem vinna í úrbótaverkefnum, samskipti við forritara í starfs- og upplýsingakerfum, samskipti við Stafrænt Ísland og við ráðuneytið. Sýslumenn allir og samstarfsaðilar hafa verið samstiga í verkefninu og sammála mikilvægi þess. Ávinningurinn er ótrúlegur og mikið hefur gerst á skömmum tíma. Það sem meira er, við erum hvergi nærri hætt. Eins og ég vék að í innganginn mínum þá fluttu sýslumenn vefsinn alfarið inn á vefsíðu Ísland.is í maí síðastliðnum og þeir voru fyrstir stofnana til að gera það. Það var samdóma álit sýslumanna að það væri ekki nema rökrétt að vefsíða þjónustustofnana þeirra sem þeir eru ábyrgir fyrir yrði staðsett á þjónustugátt hins opinbera og líklega eru fáir ósammála þeirri nálgun. Að auki gaf slík tilhögun embættanum kost á að fjölga þjónustuleiðin til almennings og gera hana aðgengilegri. Sýslumenn gátu spara sér útgjöld vegna hönnunarvinnu þar sem unnt var að nýta tæknistakk Ísland.is og nú gátum við boðið upp á hið eitursnjalla spjallmenni Ask. Við gátum boðið upp á netspjall við starfsmenn í beinni þegar notandi fekk ekki svör hjá Aski og bráðum bjóðum við upp á upplýsingaborð eða hjálparsíðu sem eykur möguleika á sjálfsafgreiðslu. Mesta áskorunin að mínu mati lái því að flytja efnið af eldri vef og samræma textan efnisstefnu Ísland.is. Sú vinna fól í sér að endurskoða allan texta af vefnum, gamla vefnum, komunum yfir á mannamál, en ekki lagamálið sem okkur lögfræðingum er svo tamt og hjartfólkið. Hvernig áttum við að koma sér yfir á skiljanlegan hátt, en tryggjum leið að þetta væri rétt og þetta væri tæmandi upplýsingar. Þannig lagði margir djarfa hönd á plóginn og margur starfsmaðurinn satt ófáar kvöldstundir við yfirlestur og betrumbætur á texta. Sönn saga. Þessari vinnu er auðvitað ekki lokið enda vefurinn lifandi tól og sífelld tækifæri til að gera betur eftir því sem tilefni gefast til. Skemmtilegast fannst mér að skynja og kannski fannst mér mest vænt það. Að skynja sóknarhugan og jákvæðnina hjá starfsfólki embættanna. Í hópavinnunni kom í ljós mismunandi og áður kannski lítt þekktir hæfileikar starfsmanna sem nýttust þó áfram í nýjum ábyrgðarhlutverkum. Í nýjum ábyrgðarhlutverkum sem eru tengd þessari rafrænu þjónustu. Og þetta er á öllum embættum. Við erum búin að finna ábyrgðaraðila þeir eru á öllum embættunum. Og það sýnir bara og sannar það að veita, störfið að veita rafræna þjónustu. Þau eru líka óháð staðsetningu. Já, yfirskrift erindis míns er sýslumanni í sókn. Hvað á ég eiginlega við með því? Einhver kann að segja, já flott hjá sýslumönnum, við erum í sókn. Hvað þýðir það fyrir mig? Hvað snertir það mig og mitt daglega líf? Þegar stofnanir með svo víðtækt hlutverk og ábyrgð í íslensku stjórnkerfi
eigi hlut, þá hefur þetta gríðarlega áhrif þegar þjónustan verður aðgengilegri viðskiptavinum eins og nú orðin raunin. Og þegar þjónustan sækir sjálfvirkt nauðsynlegar upplýsingar og staðfestingar frá öðrum opinberum aðilum sem þurfa að fylgja erindi. Það hefur auðvitað líka áhrifin á embættunum þar sem við verjum minni tíma í að slá inn upplýsingar af útbrentum eyðublöðum. Þegar við verjum minni tíma í endurtekið sömu eða sannbærilegar leiðbeiningar til mismunandi aðila og erum ekki að prenta hitt og þetta út í tíma og ótíma eða kalla eftir staðfestingum eða vottorum frá öðrum stofnunum. Með öðrum orðum, hjá okkur skapast svigrúm til að sinna betur vandasömu verkefnunum, flóknari verkefnunum. Á þessari glæru getur að líta þau verkefni sem við höfum ráðist í sem bæði lúta því að bæta þjónustu og auka sjálfsafgreiðslu en einnig að eflingu innviða og upplýsingatækni mála embættanna. Hér má nefna stefnu áherslur og lykilverkefni. Hvert embætti hefur tekið að sér lykilverkefni sem að fela í sér að vinna þá miðlægt fyrir öll embætti í einu. Dæmi, samræmd tölfræðibirting, samræmdi verkferlar, samræmt fræðslumál embættanna. Og hérna sjáum við fleiri eyðublöðin yfir í stafrænt form, rafræn sakavottorð, margumrædd. Og þarna koma rafrænar aflýsingar, COVID-19 skilmálabreytingar, vefurinn. Og í upphafi árs þá tengdumst við umsóknarkerfi Ísland.is og þá fóru hjólin að snúast heldur betur. Sem þið sjáu þarna, það eru stafrænar umsóknir, meistarabréf, rekstrarleyfi, tækifærisleyfi, áfengisleyfi, breyting á samning lögheimili barns. Allt þetta er nú aðgengilegt í stafrænni umsókn. Þið sjáu svo hérna rauðu línuna, þetta er tímaás og hægra megin á glærunni, lengst til hægri getur að líta verkefnis og þjónustuleiðir sem að ráðast verður í eða vonandi verður ráðast í á næstunni og má nefna dæmi rafræn veðbókarvottorð, rafræn dánarbú, rafrænu umsóknum, könnun hjónavíslu skilyrða, vegabréf, ökuskírteini og síðast en ekki síst rafræna þinglýsingu veðskuldabréfa og tengdra gerninga. Ég ætla ekki að tala rafrænar þinglýsingar í dag, það stóra framfaramál þótt það sé okkur sýslumönnum mjög nátengt en ég veit að hún Þórhildur Edda mun gera því máli mjög góð skil hér í næsta sal til hliðar á eftir. Mér langar núna að sýna ykkur dæmi nýja þjónustun sem sparar fólki sporin sem svo munar og þetta er umsókn rekstrarleyfi gististaðar. Þetta með áfengisveitingum, ég veit ekki alveg hvernig það kom inn en allt í lagi. Það er ekkert flóknara. En þarna efst uppi að þá er það upp af síðan, þú finnur þetta umsóknarform og þú ýtir að fylla út og skráir inn á rafrænum skilríkjum og síðan er þér beint áfram skref fyrir skref, þú þarft auðvitað að fylla út svona upplýsingar rekstraraðila og fjölda gesta og allt þar fram eftir götunum. Og hérna kannski lengst til hægri þá sjáum þið ferlið, hvernig þetta gengur svo í gegnum kerfið, hvernig málið stofnar sjálfkrafa í kerfum sýslumanna, við þurfum ekki að slá þetta allt inn og síðan bókast bara greiðslan, færi sjálfvirkt. Þannig að þarna er auðvitað verið að spara okkur mikið tíma fyrir embættunum. En að ég tali nú þó ekki umsækjandann, vegna þess að hérna neðst vinstra megin þar getur umsækjandinn einfaldlega smellt við hann heimili okkar að sækja tiltekin gögn. Og þetta myndi ég halda að því menn eru að tala hér einmitt bara umhverfisáhrif og tímann og við getum varið tímanum betur og skynsamlegar. Og þarna eru gögn eins og sakavottorð sem áður þurfti að nálgast með því að mæta á skrifstofu sýslumanns. Þarna er búsetuvottorð sem Þjóðskrá Íslands gefur út. Búsforræðisvottorð sem þurfti að sækja í héraðsdóm og skuldleysisvottorð sem nálgast mátti hjá innheimtumönnum ríkissjóðs. Og svo hérna lengra til hægri, hérna við erum miðju neðarlega, þar er fylgigögn og þar gefst mönnum kostur á að hlaða upp fylgigögnum ef þurfa þykir. Og eins og staðan er í dag þegar þú sækir nýtt rekstrarleyfi til gististaðar, eina gagnið sem þú þarft að hafa á reiðum höndum, sem þú þarft að vera að koma með hendurnar og búin að koma á tölvutækt form, það er nákvæm teikning á húsnæðinu sem að reksturinn á að fara fram í. Mér finnst þetta alveg vel
sæmilegt dæmi þjónustu sem sparar sporin. Eru þið ekki sammála því? Og það óhætt að segja að landsmenn hafi tekið vel í þessar nýjungar í þjónustu embættanna. Það eru 70% sakavottara sem eru sótt rafrænt í dag. 90% umsókna meistarabréf eru rafrænar þar sem af ári. Og það sem meira það eru komnar 120 umsóknir og við byrjuðum í mars. Í venjulega árferði koma 300 umsóknir á ári. 96% skrá heimagistingu rafrænt. Rafrænar aflýsingar eru orðnar rúmlega 40% allra aflýsinga. Þær eru komnar í 9.500 og við bindum vonir við að þegar fleiri stórir aðilar koma inn að þá munum við sjá þetta hlutfall rjúka upp. Rafrænar þinglýsingar COVID-19 skilmálabreytinga átt í 6.500. Og svo hann Askur blessaður, hann þarna neðst. Mér langar aðeins að hossa honum vegna þess að hann hefur staðið sem stakri prýði. Hann hefur svarað fyrirspurnum viðskiptavina í yfir 80% tilvika þar sem hann hefur getað klárað málið. Og ég ekki viss að ég geti það á góðum degi, sko. En leið sjáum við líka að álagið, og þetta bara svona segin saga og menn þekkja þetta, að leið minnkar álagið í símsvöruninni. Fólki að ná að klára sig sjálft af hlutunum með þessari aðstoð. Undanfarin misseri hafi verið lærdómsríkur tími. Það hefur verið á brattan að sækja. Sum verkefni hafa gengið hratt fyrir sig, önnur hægar en vænst var. Sum reynst minn flóknar en leit út fyrir upphafi. Önnur, eða bara, sum voru líka bara alveg jafn flókin og við héldum fram, en kannski aðrir ekki. Þetta alls konar. Kannski það síðastnefnda á líklega við þar sem að þetta tæknilega flókið og það eru margir haghafar sem þurfa að leggja sitt af mörkum inn í verkefnið. Þau taka tíma. Ég held að sé mikilvægast að verða sér út góð tól og tæki og góða samstarfsaðila. Það mætti kannski líka þessari sókn okkar við fjallgöngu og við ætlum nefnilega toppinn. Það sakar ekki að eiga góða gönguskó og hafa góða ferðafélaga og betra ef að veðuraðstæður eru hagstæðar. Svo bara reima sér skóna, arka af stað og þótt með þurfi stundum að beygja af leið eða breyta stefnu þá það allt í lagi meðan við erum með áfangastaðinn á hreinu. Mér langar að nota tækifærið fyrir hönd sýslumanna allra og starfsfólksembættanna og þakka öllum þeim sem að hafa tekið þátt í sókninni með okkur. Ég held á engan sé hallað, þótt ég nefni sérstaklega starfsfólk dómsmálaráðuneytis og hið gríðarlega öfluga teymi sem starfar undir merkjum Stafræns Íslands. Þetta búið að vera gaman og ég hlakka til framhalds með ykkur. Takk. Já, kæra þakki Kristín og við ætlum að halda áfram með dagskrána. Ég ætla að vekja athygli á einu samt að ein spurning sem hér hefur komið fram í Slido-appinu, hún getur átt við svo marga sem eftir að tala, þannig að þið geta haft þetta í huga ef þið hafið tíma til þess að velta þessu fyrir ykkur. Hvernig hafið þið nýtt tíma starfsfólks sem losnað hefur vegna aukinnar stafrænnar væðingar? Og já, ég hvet ykkur bara svona til að hafa það í huga ef þið hafið lausa stund til þess að svara því. Næst hingað á svið forstjóri Vinnumálastofnunar sem flytur erindið frá faxi til framtíðar, en það Unnur Sverrisdóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Það gaman að vera hér í dag og ég hlakka til að deila með ykkur svona síðastliðnum árum, en kannski sérstaklega undanfarnum 2 árum hjá okkur, hjá Vinnumálastofnun, þó ég hafi nú byrjað á faxinu. Mér fannst þetta bara svona dálítið flott sem að samstarfskona mín kom upp með sem heiti á erindinu. Að ég nefnilega alveg svo gömul að ég man mjög vel eftir þeirri byltingu sem faxið var, satt að segja. En það sko ótal mörg ár síðan þar. Já, ég ætla svona að deila með ykkur og segja ykkur frá þeirri svona stafvæðingarvegferð sem við höfum verið á hjá Vinnumálastofnun undanfarin ár, þó það megi kannski frekar kalla það herferð. Því þegar það litið tilbaka, þó það sé bara örfá ár, þá má sjá að það var orðið algjör straumhvarf í vinnubrögðum stofnunarinnar og hún að nálgast verkefni sem henni eru falin með allt öðrum hætti.
Í grunngildum stofnunarinnar sem eru fyrirmyndarþjónusta, virðing og áreiðanleiki, þá eru skilgreiningar og meðal annars í fyrirmyndarþjónustunni þá er skilgreining sem segir að viðskiptavinur eigi að geta leyst sín mál stafrænt og hluti af skilgreiningu áreiðanleikans er að tryggja gagnaöryggi. Þessi dæmi sýna að það er bæði ritað í stefnur og starf Vinnumálastofnunar að auka og styðja við rafræna stjórnsýslu og að öryggi gagna sem henni berast sé ávallt í fyrirrúmi. Í dag eru öll verkefni rýnd og skoðuð og skoða hvort unnt sé að stafvæða framkvæmdina, hvernig getum við með nýjustu tækni bætt þjónustuna og aukið skilvirkni. Með aukinni stafvæðingu eykst öryggi, bæði gagnaöryggi og öryggi í að mál fái rétta meðferð og úrlausn. Það er nefnilega svo að tölvan reiknar alltaf eins og því er tryggt að 100% samræmi í úrlausnum. Þessi þáttur stafvæðingarinnar vill gleymast eða honum er að minnsta kosti lítið haldið á lofti jafn mikilvægur og hann er nú í opinberri þjónustu við almenning. En nú það. Ég ætla aðeins að fara yfir það helsta sem hefur áunnist og snýr að stafvæðingu verkefna og það sem er framundan hjá okkur. Langstærsta verkefnið okkar sem við höfum ráðist í er smíði á nýju tölvukerfi í atvinnuleysistryggingakerfinu. Þetta er heildrænt þjónustukerfi sem nær til umsóknana, matsferlis þeirra, greiðslna, eftirlits og innheimtur, atvinnumiðlun og ráðgjöf og öll tölfræði. Nýja kerfið sem fengið hefur nafnið Galdur mun leysa 17 forrit af hólmi sem eru misgömul en það elsta það er frá árinu 1994. Eðlilega þá var farið í þarfagreiningu og útboð á verkinu og bauð Advanja lægst og gengu við til samninga við það. Við ætlum að opna fyrir kerfið núna í nóvember næstkomandi. Þetta hefur tafist örlítið vegna COVID, við fengum önnur verkefni sem var að setja í forgang. En við gerum ráð fyrir að það taki við innleiðingatímabil þar sem einhverjir hnökrar munu koma upp en það virðist vera fastur fylgifiskur þess að taka í notkun nýtt kerfi að þessari stærðargráðu. Við hjá Vinnumálastofnun hlökkum mikið til að byrja og sjáum ótal möguleika til að auka og bæta þjónustuna með þetta nýja verkfæri í farteskinu. Þula er eitt kerfi sem við tókum í gagni núna í byrjun árs. Þetta er umsóknar, umsýslu og skráningakerfi fyrir hæfingarstaði fyrir fatlaða sem reknir af sveitarfélögunum. Þetta er miðlægt kerfi fyrir það sem sveitarfélögin, hæfingarstaðirnir og Vinnumálastofnun hefur aðgang að og það er mikil framför sem hefur orðið í þessum málum með því að opna þennan vef eða opna þetta kerfi í að greina þjónustuþörfina. Áður fyrr þá var engin leið að hafa neina yfirsýn yfir fjölda þeirra sem bara voru með umsókn í farvatninu eða yfirleitt hver voru margir að bíða eftir þessa þjónustu og hversu mörg pláss voru í boði. Þetta hefur alveg orðið bylting í þessu. Nú getum við séð það á landsvísu hvað er í boði, hver margir þurfa á þessari þjónustu að halda og hvað þarf að gera til þess að mæta þeirri þörf. Þannig að það er út að segja að byrjunin á þessu lofar góðu. Hluti af stafvæðingu og stafrænni þróun fyrirtækja og stofnana er að halda úti öflugum og góðum heimasíðum. Við hjá Vinnumálastofnun rekum nokkuð margar heimasíður og flestar eru með eina eða fleiri undirsíður. Annarkvort mínasíður eða annars konar síður sem bjóða upp á gagnvirkssamskipti, til dæmis í formi umsókna styrki, móttaka á lögbóðnum tilkynningum til stofnunarinnar, svo sem útsendar starfsmenn, starfsmannaleiga og fleira þess háttar. Við höfum rekið okkur á að vinna og kostnaður við að halda við þessum síðum af þessu tagi er stórlega vanmetinn. Það þarf að passa vel upp á að gera ráð fyrir vinnuframlagi og rekstrarfé í þessi verkefni í fjárhagsáætlun hvers árs. Það er því orðin almenn krafa að unnt sé að finna allar meginupplýsingar öll mál sem varða borgarana á netinu. Það er mikilvægt að vakta og uppfæra allar upplýsingar sem það liggja jafnóðum og þær breytast. Hér er COVID síðan okkar, þar sem upplýsingum allskyns úrræði er komið á framfæri. Þessi síða hefur verið uppfærð stundum oft í mánuði á síðastliðnu 1,5 ári.
Allar upplýsingar verður líka að þýða yfir á ensku til að mæta öllum erlendu skjólstæðingunum okkar. Hlutabæturnar voru fyrsta COVID-verkefnið okkar hjá Vinnumálastofnun. Eins og ég sagði áðan, þá nálgumst við öll ný verkefni með könnun á því hvað unnt að gera sjálfvirkt í afgreiðslu verkefnisins. Lagatextin rýndur, verkefni ferlað og þá tekur upplýsingatækni fólki við. Gerðir verk og kostnaðaráætlun og forritun, oftast umsóknir að ræða, skoða þar hvaða lagaskilyrði eru fyrir afgreiðslu, svo kemur útreikningur og svo greiðsla. Þetta auðvitað misflókið eftir verkefnum og markast af því hve margir þurfa að koma að einni umsókn og hve mörg vefköll þarf að senda til annarra opinberra stofnana. Innleiðing og framkvæmd á greiðslum hlutabóta í byrjun COVID var eldskýrn. Við lærðum gríðarlega mikið af því verkefni. Það var í fyrsta sinn í sögu stofnunarinnar þar sem við þurftum að hanna tölvukerfi þar sem fleiri en einn aðili varð að koma að umsókn til þess að virkja hana. Það bæði starfsmaður og atvinnureikandi. Og brátt kom í ljós að það var mikil þörf fyrir að geta breytt umsóknum eftir að búið var að afgreiða þær og það var að gerast hratt, þannig að það var að gerast rafrænt og kallaði á enn meiri forritun. Upphaflega stóð til að hlutabótaleiðin yrði bráðabirgðaúrræði til 3 mánaða og það verður að segjast eins og að með það í huga var ekki vandað sérstaklega til verka í byrjun. Flýtirinn var mikill. Það lá á að koma framfærslu til þeirra sem höfðu mist stóran hluta tekna sinna á einni nóttu. Það hægt að vera vitur eftir á og segja að aldrei skildi maður leyfa tímanum að ráða á kostnað gæðana en þarna var bara ekki annað að ræða. En þetta var góður skóli fyrir okkur. Þó svo að lög greiðslu til fyrirtækja vegna starfsmanna þeirra sem þurfti að setja sóttkvíttækju gildi á svipuðum tíma og lögin hlutabæturnar, þá gátum við gefið okkur mun meiri tíma til að hanna það kerfi. Og það jafnframt miklu einfaldara í sniðum þar sem einungis einn umsækjandi á í hlut. Og vefköllin eru til landlæknisembættisins og skattsins. Sama með greiðslur til íþróttafélaga styrk vegna launakostnaðar á þeim tímabili sem þeir báru á meðan að allt lá niðri vegna samkomubanna. Það byggir á svipuðum nótum og forrituðum sóttkvína og gekk vel og hratt að hanna það. En öll eiga þessi 3 kerfi það sameiginlegt að umsóknirnar eru rafrænar, það byggt á vefköllum og það eru sjálfvirkir útreikningar og grundvelli þessara gagna þannig að mannsöndin kemur eins lítið þarna nálægt og hægt eitthvað, en við höfum lagt metnað okkar í þetta. Og ekki bara metnað okkar, þetta var bara nauðsynlegt. En hér getum við að líta á afkastamesta starfsmann Vinnumálastofnunar í dag. Hún heitir Vinný og mjög geðgóð og hefur mikla þjónustulund. Og haustið 2019 þá hófst nefnilega skoðun á því hvort rétt væri að fjárfesta í snjallmenni fyrir stofnunina. En það skemmst frá því að segja að í apríl árið 2020 þá lá bara svari fyrir. Við urðum að fá þessa aðstoð. Og við tókum 2 mánuði sem það tók að smíða þetta vélmenni. 3 manna teymið sér að Vinni í stöðugri þróun og það betur bættu svör sem að Vinni kemur með. Hún farin að skilja ensku og nú hún að fara að læra að svara spurningum fæðingarorlofssjóð. Ef að Vinni getur ekki svarað, þá alltaf val að fá samtal við ráðgjafa. En það nýjasta hjá henni Vinni að þjónustu þegar getur núna auðkennt sig með rafrænum skilríkjum og fengið þar með afgreiðslu á sínum persónulegum málum. Þannig að við höfum tekið þetta skrefinu lengra, þú getur farið djúpt ofan í þín mál, þínar umsóknir og meðferð á þínum málum með stafrænum skilríkjum og það gríðarlegur, bara allt í gegnum þetta snjallmenni á vefnum. En frá því að hún hóf störf þá hefur hún átt 41.000 samtal við þjónustuþega og yfir 2.000 samtöl við ráðgjafa. Þannig að hún, eins og það má sjá að þessi, að hún klárar lang flest málin. Þetta svona það sem í farvatninu hjá okkur. Efst á blaði fæðingarorlofssjóðurinn sem ég ætla að segja ykkur betur frá hérna eftir. Það gríðarlega spennandi verkefni. Það liggur á að fara að stafvæða framenda ábyrgðarsjóðs launa. Starfandi gamalt og
mjög að verða úrelt kerfi sem varðar atvinnuréttindi, umsóknir atvinnuréttindi útlendinga og svo hitt svona það sem þarf alltaf að vera að fylgjast með í þróun, það Vinni, það Mínasíður og síðan það núna mjög metnaðarfullt verkefni sem við erum með í farvatninu sem svokallað að útbúa svona rafrænt vöruhús þar sem við munum vera með mælaborð atvinnuleysistölur og bara alls kyns tölfræðiupplýsingar sem við erum með lumum á og eru æskilegt fyrir marga að hafa aðgang að. Í byrjun árs 2018 var lokið við uppfærslu á skráningar og greiðslukerfinu á Fæðingarorlofssjóði. Ný vefsíða var opnuð í fyrra og leið þá var opnað fyrir stafræna umsókn á vefnum. Mitt árið 2018 þá hófum við vinnu með Stafrænu Íslandi að stafrænni umsóknarlausn í gegnum Ísland.is. En það var gert hlé á þessari vinnutíma en nú búið að blása nýju lífi í þessa vinnu og það standa eins og við komum fram, standa yfir prófanir og á útreikningum og umsóknarferlinu auk þess sem að það verið að vinna kynningarefni. Við stefnum að því að opna fyrir umsóknir fæðingarorlofið á Ísland.is bara núna strax á komandi hausti, bara mjög bráðlega. Það eru ótal tækifæri sem fylgja samstarfi við Stafrænt Ísland. Við sjáum fram á að geta bætt þjónustu við notendur til muna og ná fram aukinni skilvirkni. Má sem dæmi nefna að það komin á tenging við heilsuveru sem gríðarleg framför, þar sem ekki þarf þá lengur að senda öll læknisvottorð í pósti eða tölvupósti, sem auk hagræðisins fyrir umsækjendur þá öryggi þessara persónulegu gagna mun betur tryggt. Upplýsingar tilhögun fæðingarorlofs og tilkynningar alla breytingar þar að lútandi verða rafrænar sem önnur byltingarkennd breyting bæði fyrir þjónustuþegann og fyrir okkur. Þetta mjög spennandi verkefni, satt að segja. En verkefnin á þessu sviði og tækifærin eru óþrjótandi. Þetta eru þau sem ég hef búin að fara yfir það, hvað við ætlum að fara yfir, tók tvítek eina glærina, það allt í lagi. Þá fer ég bara í það næstu. Það sem að mér finnst mest spennandi í þessu dæmi, núna, það sem ég finnst með í náinni framtíð, það tilkoma X-Road eða straumsins sem íslenska heitið. Við sjáum fyrir okkur að það verði bylting í miðlun upplýsinga á milli opinberra stofnana, hún verður skilvirk og öryggi gagna verður ekki tryggt með betra hætti. Og að því má sjá að tæknin í miðlun upplýsinga og stafvæðingu almennt ekki fyrirstaða. Það allt hægt tæknilega séð eins og kom fram hjá henni áðan. Spurningin hins vegar, hversu langt viljum við ganga í þessum efnum? Sú umræða skammt á veg komin og lítur að laga umhverfum persónuvernd og fleiri álíka efni og hún getur verið viðkvæm, en það brýnt að hún fari fram í ljósi öðra breytinga. Og að lokum vil ég segja að það skýr stefna okkar hjá Vinnumálastofnun að nýta alla þá möguleika sem eru fyrir hendi í stafvæðingu verkefna hverju nafni sem þau nefnast. Við leitum sífellt nýra leiða til að bæta þjónustu og auka skilvirkni og þar upplýsingatæknin og sjálfvirknin í aðalhlutverki. Þessari öru þróun fylgir talsverður kostnaður en jafnframt fylgja tækifæri til hagræðingar og breytingar á störfum. Og uppistaða hverrar stofnunar mannauðurinn. Það verður því að gæta þess að gefa starfsfólki kost á fræðslu og þjálfun svo það njóti þess að taka þátt í þeim öru breytingum sem eiga sér stað nú á tímum. Já, að sönn það kostnaðarsamt að búa til ný kerfi og viðhalda þeim og þróa, en sá kostnaður kemur margfalt tilbaka með betri, skilvirkari og öruggari þjónustu til borgarana. Fyrir nú utan það hvað vinnan verður skemmtilegri með því að fá tækifæri til að vinna af framförum en ekki stöðnun. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Unnur. Við höfum mikið mætt á ykkar stofnun og virkilega gaman að heyra af ykkar starfi í tengslu við þessi stafrænu mál öll saman. En núna ætlum við að bregða okkur til Akureyrar, skilst mér. Það hann Gunnar Karlsson, sviðsstjóri samskiptasviðs hjá Skattinum, sem ætlar að flytja erindi stafræna framtíð hjá Skattinum og hann sem staddur norðan heiða, skilst mér, og hann komin inn það. Já, takk fyrir. Ég hérna í anda ráðstefnunnar að ég skuli
tala hér frá Akureyri. En ég ætla að segja ykkur aðeins að því hvernig við sjáum fyrir okkur stafræna framtíð á skattinum og fara líka aðeins yfir söguna vegna þess að skatturinn og áður RSK hefur verið í fararbroddi hvað varðar rafræna stjórnsýslu og þar má bæði nefna til dæmis rafrænu framtalsskilin, rafræn skattkort eða sem sé nýtingu persónuafsláttarins og rafræna fyrirtækjaskrá. Á ráðstefnu sem var haldin á vegum innanríkisráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skýrslutæknifélags Íslands í nóvember 2013 að þá var vefur ríkisskattstjóra RSK.is valinn besti ríkisvefurinn og í febrúar 2016 fékk embætti ríkisskattstjóra upplýsingatækniverðlaun SKÍ á UT-messu fyrir að vera í fararbroddi og frumkvöðl í nýtingu á upplýsingatækni og rafrænni stjórnsýslu. Í umsögninni þá var sérstaklega vikið af rafrænu skattskilunum og þá voru til dæmis rafræn skil á skattframtöl einstaklinga komin í 99,74%. RSK sá líka þessa svokölluðu leiðréttinguna sem var gríðarlega stórt verkefni og snerti yfir 100.000 rafræn ferli og rafrænar undirskriftir og þarna áramótin 2015-16 þá voru tekin í notkun sem við köllum rafræn skattkort eða það að segja nýting persónuafsláttar sem því stýrt inn á þjónustusíðunni í stað gömlu skattkortanna og þá var embættið líka að innleiða rafrænu fyrirtækjaskrána. En eitt stærsta þróunarverkefni undangengin ára tvímælalaust sem sé rafrænu framtalsskilin og þróun þjónustusíðu einstaklinga og áritun upplýsinga á framtalið og síðan rafræn yfirferði sem við köllum regluprófun, þess að rafræn yfirferð framtalana. Þetta á einnig við rekstrarframtölin, en það var sem sé 99 sem að launamönnum var í fyrsta sinn boðið upp á að telja fram á netinu. Ári seinna þá var tekin upp vélræn skoðun og á þeim framtölu sem höfðu borist rafrænt og áður en langt leið þá var þeirri aðferð beitt á öll framtöl. En það tryggir samræmdari skoðun og aukið jafnræði skattaðili sem við leggjum þetta mikla áherslu á. Og í dag langmestur hluti framtala afgreiddur þannig til álagningar. En ég vil geta þess að við gætum ætíð fyllsta öryggis í samskiptum og meðal annars hefur til dæmis ríkisskattstjóri á vefsínum og beint til viðskiptavina embættisins að nota rafræn skilríki við innskráningu og þjónustusíðuna þar sem þetta mikið af viðkvæmum persónulegum gögnum frekar en að nota veflíkil. Við tölum gjarnan og það sem mikilvægast núna hjá okkur á þróa, það þessi rafrænu samskipti við viðskiptavinina. Við eigum gríðarlega mikil samskipti við aðila út í þjóðfélaginu og við viljum sem sé draga úr þörf fyrir heimsóknir og símtöl til að gera vefsíðun okkar og upplýsingar þar ennþá aðgengilegri, stórauka notkun upplýsinga og samskiptatækni, markmið að viðskiptavinir geti sem mest afgreitt sig sjálfir hvar sem og hvenær sem hafa góðar leiðbeiningar þjónustusíðuna, öll framtöl verði rafræn og erlendum tungumálum, að minnsta kosti ensku, og að öll skjöl séu rafræn og sé hægt að fylla þau út og skila rafrænt, að öll venjuleg mál sé afgreitt hratt og örugglega með svona vélrænum keyslum, þessu kölluðu massakeyslur, bara það að stytta málsmeðferðartíma, það að fækka símtölum og tölvupóstum, varðandi það að fólk að fylgjast með hvað málin eru stödd, en það þetta best að geta afgreitt þetta hratt og örugglega. Og þannig að bein samskipti verði í raun bara í flóknar og erfiðari málum. Við þurfum til þess að geta aukið þessi rafrænu samskipti enn frekar að koma á þessum rafrænu farvegum sem ég ætla að lýsa nánar á eftir. Við þurfum að koma á umboðsmannakerfi sem fyrst, það í vinnslu og það sem sé þannig að aðilar geti veitt fagaðilum umboð til þess að annast ákveðna þætti eða í framtalsskilum með öðru. En það fer í dag mikil vinna í
umboðin og ófullnægjandi umboð og alls konar umsýslu með veflykla, en við þurfum þessi að nýta okkur sem fyrst til fulls kosti rafrænna skilríkja og koma á þessu umboðsmannakerfi. Við þurfum að draga úr þörf fyrir símtöl og komur í afgreiðslur. Við viljum veita góða þjónustu sem besta þjónustu, en svona sem dæmi umfangið að þá eru til dæmis þjónustufulltrúarnir okkar eða sérfræðingarnir okkar að afgreiða 365.000 símtöl á ári, gríðarlegt magn af tölvupósti og síðan þetta fjölmargar komur í afgreiðslu. Við þurfum að auka sem mest sjálfsafgreiðslu og nýta gervigreind og spjallmenni eins og við komum inn á hérna undan sem allra mest þar sem því verður við komið. Og svo þetta að hafa þjónustu síðuna sem besta og aðgengilegasta. Ég ætla ekki að delja lengi þessa mynd. Þið sjáu þarna skatturinn og stafrænu vegferðina. Ég ætla þetta bara svona yfirlit yfir þessi kerfi okkar öll. Þarna hægra megin þá öll stóru vinnslu og upplýsingakerfin og fleira sem ég ætla ekki í rauninni að ræða núna. En síðan vinstra megin þar í rauninni þessi stafræna vegferð sem við erum að leggja áherslu á núna. Þar sem að snýr eins og ég segja að öllum þessum gríðarlegu samskiptum okkar við viðskiptavinum. Þarna heimasíðan og gegnum hana þetta síðan aðkoman inn á hitt. Ég segi þarna þjónustu síðan mínar síður og legg áherslu á það að það auðkennir fólks inn með rafrænum skilríkjum. Og við sjáum það að það fækkar þeim sem komu í afgreiðslurnar og þannig að á einhverjum tímapunkti þá sjáum við alveg fyrir okkur að svona þessar afgreiðslur eins og þær í dag muni afleggjast í núverandi mynd en í staðinn þá komi stór stafræn afgreiðsla þar sem að allir landsmenn hafa jafnan aðgang allstaðar sem þýðir einfaldlega bara einfaldari samskipti og betri þjónustu. Ég kalla þarna við erum að þegar byrjuð að svona skoða með snjallpenni, við höfum kallað það ölmu og það viljum við nýta bæði að svara og svo þurfum við að nýta snjalltæknina í alls konar sjálfvirkni. Inn á þessum þjónustustíðum þar myndi vera klippi yfir mín mál þar sem fólk geti séð öll þau mál sem að eru og hafa verið í gangi, séð stöðuna við ríkissjóð í innheimtukerfinu sem á forræði ekki okkar forræði, á forræði fjársýslunnar, við vinnum mikið með og eins framtölu álagningu og þarna safnist upp líka samskiptasaga þar sem fólk getur eða viðskiptavinir geta séð öll þau samskipti sem það hafa átt við okkur. Síðan ætla ég að lýsa eftir betur rafrænu farvegunum og eins að hafa samband en þegar við tölum þessa rafrænu farvegi þá erum við að tala mjög fjölþætta lausn og þar við fyrst og fremst að tala það að nota einn skilgreindan loggaðan farveg inn á þjónustusíðu skattaðila til að senda inn til dæmis kærur, erindi, leiðréttingarbeiðnir, fyrirspurnir og margvíslegar beiðnir og umsóknir og að notkun netfangsins skatturinn.is í núverandi mynd verði hægt. Við erum að fá alltaf mikið af alls konar beiðnum og erindum í gegnum það. Það að vera með svona loggaðan farveg þar sem fólk auðkennir sig með rafrænu skilríki þýðir líka það að við getum svara fólki fullum fetum, til dæmis fyrirspurnum, en það getum við ekki gert í einhverjum opnum tölvupósti. Það mikil framför núna, til dæmis þegar við fórum að geta boðið fólki upp á að geta auðkennt sín í símtal. Þannig að það getum við strax svarað meiru heldur en í bara opnu símtali. Nú síðan þarna sérstakur farvegur fyrir erlendis búsetta og aðra sem getur illa nýtt sér þennan almenna farveg og eins tekið tillit til fagaðila og umboðsmanna og meðal annars þá kemur þetta til sögunar umboðsmannakerfið. En markmiðið sem sé að beina öllum þessum rafrænu fyrirspurnum, erindum og beiðnum, umsóknum og öðru inn á þjónustu vefinn og afgreiða sem allra mest rafrænt, sjálfkrafa og eins og ég segja og fyrirspyrjendur
varðandi fyrirspurnir fái þá svör undir svokölluðum samskiptaglipa. Síðan myndu þetta mál líka fara sjálfkrafa og strást inn í málakerfið og samskiptasagnir sem áðan safnast upp á þjónustusíðu viðkomandi. Þetta sem sé þá rafræni farvegurinn, viðurkenning með rafrænum skilríkjum. Það getur verið sem sé beiðnir um leiðréttingar, sem dæmi beiðnir um leiðréttingu og álagningu einstaklinga og það færi þá svo eftir því hvenær þetta kæmi inn. Ef þetta til varðaði framtal fyrir álagningu þá færi það beint inn í vinnslukerfi. Ef þetta verið að koma inn beiðni um framtal eða yfirstandandi árs eftir álagninguna þá innan kærufrest þá myndi það koma inn sem kæra eða þá erindi ef þetta verið eldri ár eða endurupptaka. Svo getur við komið þarna annað, þetta getur beiðnir um leiðréttingar á bifreiðagjaldi eða fyrstu íbúð, séreignarsparnaðarúrræðin eða hverju sem er. Beiðnir um afrit, gögn og vottorð og þetta verið sem allra mest sjálfvirkt og fólk getur sótt afrit af gögnum, sótt vottorð og önnur gögn þarna inn og alls konar umsóknir, fyrsta íbúð til dæmis, eða séreignarsparnaðarúrræðin, lækkun, niðurfelling á bifreiðagjaldi, endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnumanna á byggingarstað og eitthvað sem nefnt og sem sé alls konar aðrar umsóknir. Síðan setti ég þarna beiðni um greiðsludreifingu. Þetta er eitthvað sem er þá unnið í samvinnu við fjársýsluna. En við í síðan áður vinnum þetta ekki með innheimtukerfið. Síðan þetta hafa samband þá myndi það í mörgum tilfellum fara bara inn á mína síður þar sem fólk auðkennir sig inn þá með rafrænu skilríki. Fólk geti sent inn beiðni um leiðréttingu, afrit, gögn, vottorð og þetta myndi þá bara eftir atvikum flytjast inn í rafræna farveginn, sent inn fyrirspurn, eins og ég segi, auðkenna sig inn, þá getur við svara fólkið til viðkvæm persónuleg málefni sem við getum ekki gert í opnum tölvupósti. Fólk getur pantað netsamtal, það getur pantað símtal, pantað myndsamtal við þjónustufulltrúa og svo framvegis. Og síðan, ég legg mikla áherslu á það, ég eins og þau sem tölvu hérna undan mér, hef mikla trú á snjallmenni og spjallmenni og við sjáum alveg fram á það að spjallmenni geti svarað miklu í netspjalli og eins leiðbeint fólki áfram inn á þjónustusíðuna, til dæmis uppbyggingu umsókna og svo framvegis. Við bindum miklar vonir við það. Nefndi þarna líka tollalínu, þetta er sem sé farvegur þar sem fólk aðalega geta fylgst með stöðunni varðandi tollagreiðslu sendinga. Þetta er svona í stórum dráttum það sem ég ætla að fara yfir og markmið okkar er bara að vera áfram í forystu í rafrænni stjórnsýslu. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Gunnar. Þetta var mjög góð yfirferð yfir það sem er í gangi varðandi stafræna framtíð hjá Skattinum. En við ætlum að halda áfram hér með dagskrána hér í Kaldalóni. Minnum líka á að það er dagskrá í gangi í salnum hér við hliðina á, það sem meiri áhersla er lögð á þróunina. Hér erum við svolítið að fókusera á þjónustuna, að heyra reynslusögur frá samstarfsaðilum og samstarfsstofnunum og við ætlum að halda áfram með það og hún kemur þetta næst, hún Sigríður Lillý Baldursdóttir sem er forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins og hún flytur erindið stafræn vegferð Tryggingastofnunar. Og ráðstefnugestir nær og fjær, og ég ætla að segja ykkur sem eru fjær að ég sé ekki eiginlega heldur þau sem eru í salnum því það er svo sterkt ljós í augunum á mér. Þannig að ég er í sama sambandinu við ykkur öll. Eins og við gerum í Tryggingastofnun, við reynum að vera í sama sambandinu við alla, ekki bara þá sem geta og eiga, ekki bara þá sem að eiga tólin og tækin til þess að vera í rafrænu og stafrænu sambandi við okkur eða geta það eða vilja það, heldur við alla. Og að því að viðskiptavinir okkar eru margir,
þá veljum við þá leiðina að vera í stafrænu sambandi við alla sem geta og alla sem vilja til þess að geta þjónað hinum mikið betur. Af því það er takmarkað fé sem við höfum til rekstursins. Við erum með 30% cirka minna rekstrarfé heldur en fyrir hrun í Tryggingastofnun og samt hefur viðskiptavinunum fjölgað umtalsvert. Og það ætla ég aðeins að kynna ykkur fyrst fyrir einmitt Tryggingastofnun. Þessu umfangsmikla starfi sem að þar er unnið og sett hérna upp á glæruna, fá einar kennitölur stofnunina. Það eru það bil 70.000 viðskiptavinir, þar sé að það eru það bil 70.000 og ríflega það sem fá greiðslur hver mánaðamót. Líklega hlýtur þetta að vera svona, svo þetta ekkó ekki allt. Og þeir skiptast þannig að það eru 37.000 ellilífeyrisþegar sem eru tiltölulega, þeir koma inn og dvelja flestir sem betur fer og sífellt fleiri lengi hjá okkur sem viðskiptavinir, en við þurfum að eiga samskipti við þá árvist því þeir þurfa að senda okkur tekjuáætlanir og við þurfum að setja upp greiðsluáætlanir gagnvart öllum þessum hópi þó hann sé ekki að sækja árvist. Svo erum við með 19.000 örorkulífeyrisþega og þeim hefur farið mjög fjölgandi og það má auðvitað segja ellilífeyrisþegana, það eru komið í fréttum mjög nýlega hvað þeim hefur fjölgað á undanförnum árum og þeim fjölgar enn og við sjáum það auðvitað á hagstofutölum að þeim fjölgar bara sem betur fer. Og svo það 4.700 endurhæfingarlífeyrisþegar á ári hverju. Það sé að snerting við 4.700 endurhæfingarlífeyrisþega á ári hverju en 12.000 umsækjendur. Það eru 12.000 umsækjendur á ári hverju endurhæfingarlífeyri. Þannig að það eru 12.000 umsóknir sem þarf að taka til skoðunar hjá okkur vegna endurhæfingarlífeyrisins og þetta er málaflokkur sem hefur bara sprungið upp á undanförnum árum. Það er stefna stjórnvalda að leggja áherslu á endurhæfingu. Við höfum tekið vel undir það og stigið jafnvel skrefin hraðar heldur en margir aðrir hvað varðar það að styðja við endurhæfingu til þess að auka gæði lífs hjá þeim sem ella hefðu hugsanlega farið inn á örorku. Það eru á hverjum tíma 3.000 endurhæfingarlífeyrisþegar hjá okkur hver mánaðamót því að endurhæfingartímabili getur verið og er í mörgum tilvikum skemmra heldur en 1 ár. Þannig að það eru 70.000 viðskiptavinir en starfsmennirnir eru 100 og þeim hefur ekki fjölgað eiginlega frá 2008. Svo erum við með starfsmenn í umboðum stofnunarinnar sem eru hjá sýslumannsembættunum landið og í samningi við sýslumannsembættið frá því, ég ætla að segja ekki 35 ára gamall á samningur, þá er sérstaklega kveðið á það að sýslumaður eigi að vera með faxtæki. En nú sé að við getum bara farið í allt annars konar samband við ykkur. Það liggur í augum uppi og erum auðvitað búin að vera lengi. Nú heildargreiðslur sem að við önnumst á mánuði eru það bil 15 milljarðar. Þessar greiðslur og þessi samskipti við viðskiptavinina eru mjög einstaklingsbundin. Þau ráðast á aðstæðum fólks sem geta breyst, tekjum þeirra en líka sambúð og öðru sem þarf að taka tillit til. Hvort þeir eru búsettir erlendis eða hér og það verður að taka líka fram hér að okkar viðskiptavinir eru ekki bara íslenskir ríkisborgarar, heldur líka þeir sem eru með lögheimili hjá okkur á Íslandi eða hafa verið með lögheimili tiltekinn tíma og öðlast þannig réttindi inn í okkar kerfi. Þannig er það uppbyggt. Þannig að við erum að greiða á þessu ári, reiknum við með, að greiða 175 milljarða frá stofnuninni og þetta er það bil 18% fjárlagana. Og bara þegar maður lítur við þessa glæru, þá sjáum við að við getum aldrei tekið í höndina á þeim öllum, þessu viðskiptavinum. Við getum ekki verið í slíku sambandi við þá, þannig að við verðum að vera nýta alla þá tækni sem við getum til þess að vera í stafrænu sambandi. Og einmitt, það höfum við gert. Þannig að okkar stafræna starfsemi og okkar stafræna vegferð, hún er
nokkuð löng í tímatalið og má segja að svona við höfum startað fyrir svona 15 eða 12 árum þessari vegferð og vorum fljót upp með öflugan vef og við skilgreinum þetta svona, vefurinn okkar, hann er fyrir alla borgarana. Því að vísast munu flest heimili, ef ekki öll, líklegast öll heimili og á endanum kannski flestir borgararnir öðlast ykkur tíman ykkur réttindi inn í kerfunum hjá okkur. Þess vegna er mjög mikilvægt og við tökum þá skyldu alvarlega að vera þar með umfangsmikla upplýsingagjöf og við settum fljótt upp mælaborð með gagnvirkni inn á vefinn okkar. Hann vakti strax athygli og hefur létt okkur mjög verkin, sérstaklega þegar umræðan er snörp lífeyriskerfið. Þá getum við vísað á mælaborðið og þar erum við líka nýlega búin að setja upp fyrirbæri sem við eigum og köllum tryggingavísa. Þetta er endilega að kíkja þangað inn, sérstaklega nú í aðdraganda kosningana þegar verði rugluð í umræðunum lífeyriskerfið. Þá getið þið óríenterað ykkur með því að fara inn á tryggingavísan okkar og séð hvernig regluverkið í rauninni er. En sum sé vefurinn er fyrir alla, mínar síður settum við upp og það er fyrir viðskiptavinina hugsað og svo er það vefþjónustur sem við erum með við ótal stofnanir og fagaðila og svo stafræn samskipti innan EES-svæðisins. Ég ætla aðeins að fara yfir þetta í stórum dráttum í þessu erindi. Þessi stafrænu og gagnvirku samskipti sem við erum við, borgarana, okkar viðskiptavinni, stofnanir og fagaðila og svo allt EES-svæðið. Fyrsta sýningur hérna mínar síður og þetta er sem sé forsíðan á mínum síðum og á síðunum er hægt að sækja öll réttindi stofnunarinnar. Og þá leggja þar inn öll gögn sem þarf með umsóknunum. Það er hægt að senda þar inn fyrirspurnir og gera breytingar á tekjuáætlunum sem ég nefndi áðan sem þarf að leggja inn að því að það eru tekjutengdar okkar greiðslur og þær skila sér þá í breyttri hugsanlega greiðsluáætlun sem þar einnig birtist og er aðgengileg. Og svo má á síðunni nálgast öll erindi og bréf og ákvarðanir sem við setjum nú einnig inn á stafrænt pósthólf og erum afskaplega þakklátir í það skref sem að Ísland.is hefur stigið og stjórnvöld. Það er mjög mikilvægt. Ég hef í rauninni verið svolítið stressuð lengi yfir því að hafa verið að dansa á þessu gráa svæði, að setja ákvarðanir okkar inn á með rafrænum hætti, inn á mínar síður, en nú er í rauninni þetta stafræna pósthólf er mjög mikilvægt fyrir það sem hefur verið rætt í dag, að það eru aðgengileg öll þessi bréf, en þau eru líka stafræna pósthólfið mjög mikilvægt fyrir stofnanirnar, því þar geta stofnanirnar birt rafrænt ákvarðanir sínar og það telst núna löggild birting ákvörðunar. Afar mikilvægt skref þar. En það er ástæða til að nefna það hér að það er bein tenging framhjá þessum mínum síðum okkar sem við erum búin að koma á frá Ísland.is. Við höfum átt mikið og gott samstarf í Ísland.is og þarna hefur við strax sett inn beina tengingu þannig að við erum að fara inn á Ísland.is og inn á umsóknirnar okkar þar, þessar stafrænu gagnvirku umsóknir án millilendingar inn á mínum síðum. Og hugsanlega er það framtíðin. Því að ég legg áherslu á það hér að það er mjög mikilvægt að viðmót, opinbera stafræna viðmótið gagnvart borgurunum sé einfalt og þannig að fólk þurfi ekki að læra það. Og þá bara opinbera ég það hér að ég hef alltaf átt Volvo og ég kaupi bara alltaf Volvo því að það er alltaf sama viðmótið. Nema þessi nýju sem ég á núna, maður startar hann ekki, maður sest bara inn í hann og þá startast hann. Þannig að það er hægt að létta á viðmótinu en það verður ekki ringlandi og ruglandi að það kom ekki nýjir takkar upp eða ný skilaboð. Það hafa viðmótið einfalt í rafrænum samskiptum og stafrænum við borgarana er afar mikilvægt fyrir stjórnvöld og allar stofnanir. En sum sé árið 2008 strax, þá kom fyrsta útgáfan af
umsókn inn á mína síður hjá okkur og það var, við ákváðum að setja þar inn meðlagið. Það var sem sé fyrsta gagnvirkna umsóknin og við völdum það því að við þóttum líklegra að yngra fólkið væri að eiga börnin, þó að karlar getur þetta átt börn alveg fram í andlátið, að þá töldum við að það væri líklegra að það væri unga fólkið og það væri líklegra að þau væri að nota þessi tólutæki. Þess vegna prófum við það og það sló algjörlega í gegn og mjög fljótlega þá var ekki hægt að sækja meðlag nema bara þar. Við stigum þessi skref þannig. En svo hefur þessum umsóknum fjölgað og nú eins og ég segi eru allar 32 umsóknir réttindi og félagslega stuðning komnar á mínar síður. Og á mínum síðum einnig stika sem sýnir stöðu umsóknar hverju sinni. Eins og var kynnt fyrir okkur hér áðan inn á island.is. Þetta afar mikilvægt því að þetta bæði sparar auðvitað okkur vinnuna og skýrir stöðuna fyrir fólk. Þarna kemur líka umsækjendur sem sé. Þarna kemur fram hvort það vantar gögn eða ekki og það þá hægt að kippa því í liðin. Og núna nýlega þá settum við mínar síður og allar umsóknir inn á ensku líka til að mæta vaxandi fjölda viðskiptavina sem ekki hafa tök á íslenskri tungu og hugmyndin uppi að bæta við tungumálum eða, og mér finnst það dálítið spennandi hugmynd, að athuga hvort við getum tengst einhvers konar þýðingargerflum sem að gætu þá nýst á fleiri tungumálum eitt. Því að eitt að þýða síðurnar yfir á annað tungumál, annað að uppfæra alltaf á öllum þeim tungumálum sem síðan á. Og þegar við erum með viðkvæma starfsemi og flókna, eins og við erum með í Tryggingastofnun, þá skiptir miklu máli að og sé ekki eða komman sé á réttum stað. Þannig að það verður að vera algjörlega rétt í öllum tungumálunum og þá getur það bæði verið mikil vinna og mikil kostnaður að uppfæra mörg tungumál. Ég ætla að sýna ykkur hérna eitt umsóknarferli. Þetta eitt af okkar einföldu umsóknum í sjálfu sér því að kerfið flókið, það alveg rétt. En þær eru í sjálfu sér allar byggðar eins upp. Það eru allar umsóknirnar hjá okkar byggðar upp á 5 skrefum sem að leiða viðskiptavinina áfram í gegnum ferlið. Þannig að flóknu kerfin, þau eru líka bara 5 skref. En það meiri text á þeim og það meiri gagnvirkni í þeim, það spurt fleira og tjekkað á fleiru. Þessi komst inn á myndina, þannig að þið getur þú sannlega lesið hana. En sum sé þau eru öll umsóknareyðublöðin sem eru auðvitað engin blöð. Því að 2019, þá var Tryggingastofnun pappírslaus. Fluttum af Hlemmi og í Kópavoginn og erum pappírslaus. Þannig að við erum með fullt af forskráðum gögnum sem eru nýtt í þessu ferli, í þessu gagnvirka ferli. Þannig að ef þið reynið að sækja ellilífeyri í 45 ára, það gengur það engan veginn hjá okkur. Við komumst fljótt að því bara. Þið eru ekki með aldur þar til og þá eru þetta stoppuð af og óski eftir meðlagi og ekkert barn í vindinni að þá gengur það heldur ekki. Þannig að það eru þessi forskráðu gögn eru þarna inni og það eitt af því sem maður hefur svolítið áhyggjur af í stafrænni þróun, að þessi forskráðu gögn sem við sækjum hér og þar, að þau verða að vera mjög vel uppfærð hjá samstarfsstofnununum. Þannig að skráning til dæmis eins og hjá Þjóðskrá, hún þarf að vera algjörlega fullkomin því það tryggingaskráin okkar og svo framvegis. Aðeins að sýna ykkur hér umferðina mínar síður því það var nú lítils virði að vera með þetta úti ef enginn nota þetta. Þetta bara sú breyting sem var milli áranna 2020 og 2021 og þið sjáið að hún heilmikil. Við erum að skoða hérna bæði umferðina hvað varðar heimsóknir sem að jókst upp 20% milli þessara 2 ára. Vissulega hefur faraldurinn þarna einhver áhrif en hann geisaði hér líka árið 2019 og svo eru notendur að þeir eru að fjölga 9% milli þessara ára. Athyglisvert líka að sjá að farsímarnir og gemsarnir að þeim fyrir verulega fjölgandi milli þessara 2 ára bara. Og þetta eru allir þessir viðskiptavinir okkar. Það eru aldraðir eru stóri hópurinn, örorkulífeyrisþegar líka stór hópur og svo það endurhæfingarlífeyrisþegarnir. Þarna eru aldraðir á meðal, þarna eru þeir sem eru fatlaðir og veikir, vísast og margir hverjir og samt þessi aukning svona mikil
Ég ætla að segja ykkur það að hlutfall snertinga við stofnunina, hlutfall minna síðna af snertingu við stofnunina, aðra snertingar eru að koma í þjónustumiðstöðina, fara í umboðið út á landi, hringja eða senda ykkur tölvupóst. Mínar síður hafa 75% af þessu. Það 75% af snertingum við stofnunina kemur í gegnum mínar síður nú orðið. Aukningin frá milli árana 2019 og 2020 var það bil 30%, bæði hvað varðaði heimsóknir og notendur. Þannig að þetta er mjög vaxandi þjónustu þáttur hjá okkur og almenn ánægja með hann. Það var gerð nýlega úttekt, af því að hér var spurt áðan eldri borgara og not þeirra og ég aðeins reynt að svara því, en það var nýlega gerð úttekt á því hversu margir eldri borgarar hefðu aðgang að svona tækjum og væri að nota þau. Og það kom í ljós að það eru 71% eldri borgara. Hvernig hefði grunað það? 71%, algjörlega glæsilegt og við erum líklega heimsmeistarar. En á bakvið þessa 71% er skuggatala sem er 29%. Og það er sú tala sem við verðum alltaf að hafa í huga. Það er 29% eldri borgara sem er ekki að nota þessa leið. Og hvað gerum við fyrir þá? Og þá er það sem sé umboðsmenn eða annað, önnurs konar þjónusta sem við verðum að rækta gagnvart þeim. Aðeins að fara frá mínum síðu núna og yfir í þessar vefþjónustur sem eru þá þjónustur við fagaðila og stofnanir innanlands og utan. Þá hefur Tryggingastofnun á undanförnum árum komið upp víðtækum tengingum vefþjónusta og í framtíðinni þá viljum við að sem flest þessara samskipta fari í gegnum strauminn eða X-Road hjá Stafrænu Íslandi og við erum að vinna það með þeim. Svo ætla ég líka að segja ykkur frá þessu hér sem er stafræn framkvæmd almannatrygginga innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þetta er verkefni sem var vunnið hjá Tryggingastofnun og við eins og höfum gert kleift Tryggingastofnun, Vinnumálastofnun, Skattinum og Sjúkratryggingum að vera í beinu stafrænu sambandi við 10.000 aðrar stofnanir í 32 Evrópulöndum. En þetta er alveg að verða búið, fundarstjóri. Það er þessi stafræna vegferð í ár og á næstu árin sem er það sem mestu máli skiptir. Og þá erum við að skoða þar núna, við erum í stórum framkvæmdum þarna. Því að Tryggingastofnun fékk 300 milljónir til 3 ára, sem sé 900 milljónir, 300 á ári til 3 ára, til þess að taka stökkið eiginlega í stafrænni þjónustu frá þó góðri stöðu sem við vorum í. Það er svolítið verið að verðlauna okkur, viljum við meina, fyrir það að hafa staðið okkur vel, verið á góðum stað og geta hugsanlega verið einhvers konar fyrirmyndu vonandi góð fyrir aðra. Og það sem við erum að gera núna, að við erum að endurskilgreina og einfalda og sjálfvirknivæða verkferlana og alltaf með viðskiptavinnin í forgrunni. Þetta eru 100 ferlar sem eru í gangi og við erum með vinnustofur og notum það design thinking og hönnunaspretti í Agile með stórum hópi starfsmanna. Nú svo er hinn stóri þátturinn í þessari stafrænu vegferð í ár og næstu árin undir þessu samstarfsverkefni við Stafrænt Ísland er viðmót kjarnakerfa og við endurskrifum það í nýju þróunarumhverfi sem styður við nýja verkferla og það er gert líka Agile aðferðafræðinni. En við verðum áfram með reikningaverkið, þar að segja að það gagnagrunnslag, það verður óbreytt því að við ætlum að vernda þá fjárfestingu. Og við förum líklega í nýtt viðmót, við förum líklega í React og í millilag sem í .net. En áfram með stafræna vegferð í ár og næstu árunum, það er við þurfum að skoða líka samnýtingu og samvinnu aukna við Stafrænt Ísland og aðrar stofnanir. Ég nefndi áðan þessi mikilvægi pósthólsins. Við erum enn ekki búin að innleiða spjallmennið en förum í útboð með það bara núna næstu vikum. Afar áhugavert að sjá hvað Vinnumálastofnun er að gera í þeim efnum. Og svo er það innleiðingin á straumnum. Við erum núna að vinna að vefþjónustu samskiptum á X-Road eða straumnum
við Útlendingastofnun og vonumst eins og við segjum til að allar okkar vefþjónustu verði þar. Og eins og ég ítreka það þarf að tryggja rétta skráningu gagna og stafræna afhendingu frá öllum samstarfsaðilum og hefja sjálfvirka afgreiðslu tiltekinna réttinda. Og þá það síðasta glæran hér. Það eru aukin stafræn starfsemi og sjálfvirkni, hún nauðsynleg, eins og ég sagði áðan, svo hægt sé að mæta kröfum góða og skilvirka stjórnsýslu, ekki einvörðungu til þeirra sem að geta nýtt sér hana, heldur til allra borgaranna. Og verkefnið ekki einvörðungu tæknilegt, það þarf að skora hefðbundinn fangagang á hólm og það mun hrikta í stoðum. Við óskum stafrænu Íslandi velfarnaðar og erum tilbúin til að leggja okkar á mörkum og megi stafræn framtíð hins opinbera verða björt. Því að hvar væri við stödd án stafrænna lausna. Og þetta mynd úr þjónustu veri Tryggingastofnunar, hún sirka frá 1960-70. Þarna getum við ekki verið eða dvalið með ekki eins og annan fótinn. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, takk fyrir. Ég fæ samt alltaf smá svona hlýtt í hjarta því ég sé svona gamla myndir. Bara gömlu stimplarnir og bara menn með hatta og stemning, sko. En við erum samt í góðum málum og ég sé alveg hvernig vegferðin stafræna vegferðin. Opinber stofnun, hún fyrst í miðbænum, svo fyrir hún í Kópavog og svo í Skíð. Það það sem ég að draga hérna út úr þessu. Og ég að læra fullt af hlutum. Forstjóri Tryggingastofnunar keyrir á Volvo. Kemur óvart, kannski ekki, en við ætlum að halda áfram. Við erum hér að fókusa og þakka kærlega fyrir Sigríður. Virkilega fróðlegt og gott erindi og góð yfirferð yfir það sem þið eruð að gera í þessum málum. Og mjög gott hvernig þú komst inn og svaraðir þessu varðandi aðgengi þeirra sem eldri eru og þeirra sem búa við ákveðna fötlun. Þannig að því að það náttúrulega stórt áskorunar efni þegar kemur að þessari stafrænu vegferð. Og líka þú minntist á tungumál sem hafa líkt þessu við tungumál, að vera læs á stafræna þjónustu og geta talað þá tungumál. Það bara svipað eins og að læra nýtt tungumál fyrir suma og þó að mörg okkar fáum svona eðlilega aðlögun í þessu eða bara ölumst upp við þetta, þá það náttúrulega ekki tilfellið hjá öllum. Sumir þurfa að læra þetta svolítið frá grunni og við þurfum að koma til móts við það fólk eins og við vitum. En þá höldum við áfram og það Guðrún Birna Finnsdóttir sem sérfræðingur hjá skrifstofu stjórnunar og umbóta hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem ætlar nú að flytja erindið sem að nefnist úr læstri hliðarlegu samningastöðu og lock-in-ráð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, gaman að vera hjá okkur í dag. Mér langaði einmitt að tala og þakka sérstaklega Sigríður fyrir hennar orð því að það mikið af því sem að Sigríður var að tala sem eru þessi viðfangsefni okkar næstu árin. Að það að nýta fjármunina okkar, sameiginlegu peningana okkar til þess að veita grunnþjónustu ríkisins. Og mér langar að tala tækifærin sem felast í gömlu samningunum okkar, arfleiðinni okkar, legacy tilhögun okkar og aðeins að fá að pota í og tala beint við rekstraraðila og forstöðumenn stofnana og senda nokkra svona punta inn og kynna nýjar leiðbeiningar sem fóru í lofti í dag á vefsíðu ráðuneytisins til þess að nýta skattféð okkar sem best. En þetta raunveruleikinn. Ríkissjóður stendur frammi fyrir gríðarlegum áskorunum og halla. Þannig að spurningin hvernig ætlum við að finna þetta fjármagn? Hvaða aðrir peningar að koma fljúgandi til þess að staðvæða ferla, styrkja innviði, takast á við tækniskuldina, veita betri þjónustu og á hagkvæmari hátt? Hvar finnum við þessa fjármuni? Eða spurningin kannski, hvar eru þessir fjármunir? Mér langar aðeins að tala skilgreiningaratriði á læstri hliðarlegu, læstum samningum, lock-in í upplýsingatækni. Það þetta að vera læstur inni í samningsaðstöðu þar sem þú hefur ekki samningsgetu í raun og veru. Þú ert háður birgja og það þetta algjörlega fullkomlega eðlilegt eftir útboð að vera komin í samningssamband við birgja.
Hins vegar þegar tíminn líður og þú ert alltaf í þessu samningssambandi við þennan eina byrgja, þá það bara þannig að samningsstaða þín og versnar og versnar. Ef að þú ert í læstum samningi, þá þú verður að eiga viðskipti við þennan eina byrgja allt sem þarf að breyta, allt sem þarf að smíða nýtt eða kaupa nýtt. Og þú hefur ekki möguleika til skemmri tíma heldur en að nota þennan byrgja. Fyrst eftir að samningssamband kemur á, þá hefur átt sér stað samkeppni, útboð og samningurinn eðlilegur eftir því sem tíminn líður og verður lengri og lengri og lengri og þessi legacy kerfi eru orðin eldri og eldri. Þá þetta samningar sem hafa þau einkenni að þarna séu tækifæri til úrbóta. Okkur langar að spyrja, þegar þú átt að borga reikningana, hvað langt síðan þessi samningur var endurnýjaður með raunverulegri samkeppni? Vegna þess að talaði við fjársýsluna bara í gær og við erum að eyða 10 milljörðum árið 2020 í að borga reikninga fyrir upplýsingatækni. 10 milljörðum fyrir þjónustu okkar samstarfsaðila hérna úti á sviði upplýsingatækni. Ég ekki að tala kostnað innan kerfisins í að borga laun innan kerfisins. Ég að tala innsenda reikninga frá aðilum hérna úti. Og hugsanlega eru þarna í þessum 10 milljörðum tækifæri í að frelsa þessa peninga úr viðjum þess að borga fyrir það sem að langt síðan var gert og að huga að því hvernig þú getur komið í samningsstöðu, hvernig þú getur tekið á framtíðinni og fundið fé til að fjármagna næstu skref. Við erum sem sagt komið með á heimasíðu ráðuneytisins nýja leiðbeiningar. Þetta eru heilar 3 síður á texta og ég ætla að biðja ykkur sem að hafa með þetta að gera, að borga þessa reikninga og eyða þessum 10 milljörðum af peningunum okkar allra, að taka ykkur tíma í að lesa þessa 3 síður. Haldið þið getið lofað mér því? Því að þarna fundið fé fullt af tækifærum. Við erum auðvitað með í þessum leiðbeiningum sem ég ætla ekki að lesa fyrir ykkur. Ég ætla ekki að lesa þetta 3 síður að texta fyrir ykkur, þau eru ekki mætt. En þarna erum við með dæmi fyrirbyggjandi aðgerðir gegn óæskilegri læsingu og við sjáum auðvitað þegar að fólk tekur sér samningsstöðu og hér eru stofnanir búin að vera sem hafa í gegnum tíðina sýnt alveg fjölmörg dæmi frábæra leið til þess að, eins og við heyrðum hérna áðan, dæmi nýtt kerfi sem að koma í staðinn fyrir 17 eldri kerfi. Og það eru stofnanirnar úti sem að gera frábæra hluti. Og auðvitað það ekki þannig að þessi 10 milljarðar séu allir í einhverju volli. En það eru þarna tækifæri og við erum að biðja ykkur að nýta þessa leiðbeiningar til þess að finna þessa peninga, til þess að standa vörð raunverulega hlutverk þess sem við erum að reyna að gera, að veita góða opinbera þjónustu og staðvæða það ferla og farið þessa fjárfestingu sem við þurfum öll á að halda til þess að geta farið þessi stóru skref inn í framtíðina. Ég ætla að taka hérna örfá dæmi hvað í leiðbeiningunum. Það bara verið að tala opna staðla, agile samninga sem að nota þá þegar, vera með samningsstöðu á samningstíma, útboðin sem að Stafrænt Ísland hefur staðið að mjög gott dæmi það, þar sem þú missir ekki samningsstöðuna jafnvel eftir útkomin í samningssambandið. Hvernig getur verið með fyrirbyggjandi aðgerðir þegar þú ert að útfæra hvernig samningssamband þú ert að bjóða upp og þegar þú ert að fara í þessi útboð og þessi samkeppnina og hvaða aðgerðir þú getur farið í þegar þú ert í læstri hliðarlegu, þegar þú ert komin í læsingu, þegar þú hefur í raun og veru mjög þröngt svigrúm, hvað getur þú gert og hvað átt að gera. Og hér erum við þetta bara með á mannamáli, engu lagamáli, leiðir til þess að rýna stöðuna og svo viljum við þetta bara leggja áherslu þá að fá ráðgjöf bara hjá ráðgjöfum hérna úti og hjá verkefnastofum Stafrænt Ísland og einnig hjá Ríkiskaupum fyrirkomulag á því að taka samningsstöðuna, láta samkeppnina eiga sér stað. Því við erum með fjölmörg dæmi það þegar að jafnvel þó að sé ekki vera að hrófla við miklu að það sé farið endurnýjað samningur með samkeppni að það lækki kostnaði 40–60%.
Og ef það einhver hérna inni sem að reka upp opinbera stofnun og getur leyft sér það að vera með kostnaðinn 40–60% hærri en hann þyrfti að vera, þá þurfum við endilega að koma að tala við fjármálaráðuneytið. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir þetta og við vonum að þið takið þessi tilmæli frá Gunnu Birnu til ykkar og kynnið ykkur þessi mál. En þá komið að síðasta einindinu í dag og ég vil bara þakka ykkur og öllum sem hafa komið hérna fram að þessu virkilega vel fyrir. Þetta eru búin að vera virkilega fróðleg og góð einindi og gaman að heyra að svona margar stofnanir bara taki svona virkan þátt í þessu ferli og þetta náttúrulega bara lítið dæmi af öllum þeim stofnunum og samstarfsaðilum sem eru í þessu stóra verkefni sem að Stafrænt Ísland er. En hann ætlar að koma hingað núna og flytja erindi sem að nefnist að breyta skeið í skóflu. Hann Þórlindur Kjartason sem er ráðgjafi hjá E2 EHF. Gjörðu svo vel, Þórlindur. Komið öll sæl. Ég kalla þetta erindi að breyta skeið í skóflu. Það sem ég ætla að lýsa að mínum mati mjög skemmtilegt dæmi það sem þegar tæknin uppfyllir loforð sitt. Og ég talaði það þar sem ég hafði aðkoma að verkefninu sem hluta mínum störfum fyrir COVID-teymi forsætisráðuneytisins og þetta verkefni er unnið af ansi mörgum aðilum. Ég sé að samkvæmt skjánum sem ég horfi á þá er ég á næst síðustu glærunni en hefði gjarna viljað vera á fyrstu glærunni. Ég var að rifja það upp að fræg ummæli sem eru höfð eftir Ronald Reagan, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, sem sagði "The 9 most terrifying words in the English language are I am from the government and I'm here to help." Og þetta ágæta verkefni var þveröfugt. Og margt auðvitað hér á þessari ráðstefnu sem afsannar þessi orð hins ágæta Bandaríkjaforseta. Það sem einkenndi það sem ég er að fara að lýsa og mér finnst skipta mjög miklu máli að tala er að verkefnið var alltaf með notandan í huga og ég ætla að lýsa því hvernig það í raun og veru hafði afgerandi áhrif á framganginn. Og ég kallaði þetta sem sagt að breyta skeið í skóflu vegna þess að okkur tókst að margfalda afköst í því viðfangsefni sem við var að etja og þetta gekk hratt og örugglega og áhrifin af því sem við vorum að gera komið fram nánast samstundis. Ég veit að það er eitthvað sem allir í símanum á svona ráðstefnum þannig að ég ætla bara að benda ykkur á það að ef þið farið inn á þessa slóð island.is/entry þá dregur það úr sársaukar mínum yfir því að þið séuð með höfuðið í skjánum. En þar finnið þið þessa síðu sem ég ætla að lýsa. Við byggum til lausn stór hópur af ágætu fólki á stuttum tíma sem sneri að því að koma upplýsingum til þeirra sem hugðust ferðast til Íslands. Ef við rifjum upp hvað var í gangi í lok júní, að þá var yfirvofandi opnun á landamærunum hér á Íslandi sem var svona frekar óvenjulegt á þeim tíma að við ætluðum að fara að hleypa inn bólusettu ferðamönnum og það var búið að tilkynna að frá 1. júlí myndi það fyrirkomulag að taka við. En þrátt fyrir þessa meginreglu voru alls konar svona jaðartilvik sem að fólk var óvisst Og þegar að fólk er að taka ákvörðun að fara í ferðalög, sérstaklega til framandi landa eins og Íslandi fyrir flesta, þá kemur upp mikið óöryggi þegar að það horfir fram á að það geti eitthvað gerst. Og fólk velti fyrir sér hverju það á von á þegar það kemur. Reglurnar
eru flóknar og síbreytilegar og fyrirspurnir sem voru að berast út allt í stjórnsýsluna voru mjög flóknar og mjög mikið af jaðartilvikum sem tók langan tíma að ráða fram úr. Og þetta í raun og veru kemur ekkert svo mikið á óvart þegar maður fyrir að setja sig sjálfur í spor þessara ferðamanna og það var ágætið svona fyrsta skref að velta fyrir sig hvað myndi maður gera í tilviki þar sem maður væri ferðamaður. Þannig að reglurnar voru flóknar og mörg hundruð fyrirspurnir voru að berast á hverjum einasta degi í alls konar áttir. Og þetta svona þeir aðilar sem voru að fá þessar fyrirspurnir til sín fyrst og fremst. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins var að svara tugum eða hundruðum tölvupósta á dag. Íslandsstofa, embætti landlæknis sem rak svona spjallborð og almannavarnir vefsíðan covid.is og svo þetta lögreglan og jafnvel fleiri aðilar. Og þarna gekk á milli flókin samskipti þar sem hvert einasta mál gat tekið hálfa og heilu dagana að ráða fram úr. Það sem að fólk sem var að leita staðfestingu á því að það ætti möguleika að ferðast til Íslands fengi eitthvað svona afgerandi svar frá stjórnvaldi sem það treysti á. Og verkefni kom til þannig að 23. júní þá sá fólk fram á það að það yrði mikið álag og vaxandi vegna þessa viðfangsefnis. Og þá haldinn fundur af frumkvæði utanríkisráðuneytisins þar sem þessu vandamáli lýst og að þessu fundi kom bara nokkrir aðilar. Og í kjölfarið á þessu kemur þá fram sú hugmynd að reyna að taka þessar flóknu reglur og búa til einhvers konar einfalt quick guide sem lóðsar fólki í gegnum það sem það þarf að vita þegar það að íhuga að koma til landsins. Og þetta gerðist bara mjög hratt, bara samdægurs og dagar á eftir eru samtöl sem byrja að tala við Stafrænt Ísland og í raun og veru veftrið bara teiknað upp á einum degi. Allir aðilar sem hugsanlega gætu haft einhverja hagsmuni eða vitneskju eða þekkingu sem þurfti að hafa með í verkefninu voru teknir inn. Viku seinna vorum við farin að fara yfir uppbyggingu á svona vef og Stafrænt Ísland og verktaki þeirra stefna unnu dag og nótt. 1. júlí komin beta útgáfa af vefnum í loftið og 5. júlí vefurinn formlega settur í loftið þannig að það ekki lengur neitt fyrirvara á honum. Ég veit ekki hvort þetta með virka hérna, þetta bara svona sýningu hvernig þetta viðmót á farsíma virkar. Að fólk bara lóðsaði gegnum þetta. Ertu bólusettur, hvað bóluefnið, hvað langt síðan þú fékkst bólusetninguna, þá máttu koma til landsins. Og langflestir fóru bara í gegnum þetta og fengu sínar upplýsingar mjög hratt. Og svo eru svona sérstakar, ég setti þetta eiginlega bara til gamans ef þú ert komið með mjög mikil jaðartilvik, þá ertu til dæmis farin að spyrja fólk það hvort að það eigi nánu samneyti við Íslending, sem þetta getur oft falið í sér mikla smithættu. Og þegar þetta var komið í loftið, að þá var bara samrætt átak það að reyna að beina öllum fyrirspurnum sem þessu tengdust í svona sama funnel. Og á covid.is að þú ferðir á ensku síðuna þá það fyrsta sem blasir við linkur á síðun okkar, eða þessa síðu sem við settum þarna upp. Og þetta bara tekið út í gær, heimsóknarfjöldinn, að þetta hefur bara verið stöðugt í kringum 6 til 12.000 á dag og mjög lítið sem við fáum tilbaka af einhverjum frekari fyrirspurnum eða beiðnum nánari skýringar. Þannig að okkur virðist hafa tekist ágætlega og bara mjög vel eiginlega í fyrstu tilraun að koma upp nákvæmlega þeim upplýsingum sem fólk þurfti á að halda á þann hátt sem það þurfti til að geta fengið sín svör án þess að þurfa að leita eitthvað lengra. Og flesta fyrirspurnirnar að koma hérna frá Bandaríkjunum og Bretlandi, þetta síðan bara á ensku og þaðan hafa þetta ferðamennirnir helst verið að koma. Og síðan að þetta fór í lofti 1. júlí höfum við þetta þurft að uppfæra. Núna fyrsta spurningin einmitt snýr að því að það eru konar sérreglur okkur sem eru Íslendingar
og þá höfum við haft þá hugmyndafræði að greina frá sem flesta í hverju einasta svari, þannig að það fyrsta sem við afgreiðum hér er þetta, en vefurinn auðvitað fyrst og fremst er ætlaður fyrir ferðamenn, túrista. Mér langar að nefna hérna nokkuð svona atriði sem eru einkennandi, ekki einkennandi fyrir verkefnið. Það er í fyrsta lagi þetta að það var afskaplega hröð ákvarðanataka alveg frá byrjun. Allir aðilar sem komu að verkefninu voru til í að leysa vandamálið sem var fyrir hendi. Ég held að það sé óhætt að segja það að það hafi allir lagt mikið metnað í þetta, þeir skildu það að þurfti að fara hratt en gera þetta vandlega. Fólkið sem var í beinum samskiptum við túristana, það var haft mjög mikið með í ráðum. Það var ekki verið að reyna að skrifa þarfagreiningar og minnisblöð og fá yfirferð, heldur lögðu við mikla áherslu á það að skilja alveg frá fyrstu mínútu hvað það er sem er að valda mestu álagi og mestum efasemdum eða taugaveiklun hjá þeim sem er að hugsa um að koma til landsins, og það held ég hafi verið mjög þakklátt að gera það með þeim hætti, af því að það var í raun og veru líf þessara einstaklinga sem við vorum einna helst að einfalda, þessar fólk sem var búið að vera nánast á kafi við það að svara flóknum fyrirspurnum daginn út og daginn inn. Við skipulögum vinnuna síðan bara, og það kemur kannski kemur kannski líka inn á það sem hefur verið nefnt hérna áður, að vegna ástandsins í samfélaginu, svo kallaðs, að þá var þetta allir fundir voru rafrænir. Og það var bara eiginlega alveg ótrúlega gagnlegt, af því að þegar til dæmis við vorum að fara yfir vefinn með ólíkum aðilum, það var bara hægt að stilla upp með litlum fyrirvara og mjög þétt dagskrá, þar sem að fólk gat valið að koma og eiga fund með okkur sem vorum að bera ábyrgð á ritstjórninni. Og það gat bara gengið bara hálftími hér og hálftími þar og hafði aldrei verið hægt að gera það með eins svona hagkvæmum hætti ef við hefum þurft að vera að senda fólk til og frá milli skrifstofa í bænum. Og mér fannst það líka vera mjög einkennandi að það voru í þessu verkefni, það voru engar svona smásmugu athugasemdir eða það var ekki verið að flækja það neinum óþarfa. Það var, og ég held að það sé svona kannski prinsipið og filosófían á bakvið svo margt sem að maður verður var áskynja hjá stafrænu í Íslandi, er að passa upp á það að þegar að hið opinbera er að vinna að upplýsingagjöf og upplýsingamiðlun til almennings, að það gleymist aldrei að það er notandinn sem þarf að vera í fyrirrúmi. Og það verður að hugsa það getur falið í sér að það þarf stundum að gera hlutina á aðeins, hvað maður skal segja, hugrakkari hátt heldur en oft er tilhneiging til í svona opinberum geiraði í stórum stofnunum. Og better done than perfect er oft sagt, en tilhneigingin auðvitað í stórum kerfum er að það verður svolítið að það verður svolítið svona sjálfsritskoðun eiginlega þegar það kemur að taka kannski augljóslega réttar ákvarðanir hvert skuli fara með svona verkefni. Þannig að ég er nú mjög stoltur að hafa átt þátt í þessu verkefni og held að það sé bara mjög gott dæmi mjög raunverulegan árangur. Þetta fólk sem hafði setið, eins og ég lýsti, sveitt við það að svara misflokknum og misgáfulegum og misvel orðuðum fyrirspurnum, það var afskaplega þakklátt þegar það gat síðan bara einn daginn sendt einn link og málið var dautt. Þannig að þetta var vonandi skammtíma verkefni og vonandi halda þessar reglur ekki áfram að flækjast þannig að á endanum verði þessi vefur orðinn svo flókin að það þurfi einhverja sérstaka gráðu til að skilja hann. En mér langar að þakka fyrir tækifærið að segja frá þessu og þetta sérstaklega fyrir framúrskarandi og frábært samstarf
við Stafrænt Ísland og svo marga aðra sem koma að þessu hásumar, helgar og á kvöldin eða þurfti til þess að klára þetta í þágu verkefnisins. Það bara alls ekki þannig að það hafi verið neitt ískyggileg orð að þarna hafi stjórnvöld tekið ákvörðun að hjálpa. Takk. Kæra þakki fyrir þetta, Þórlindur. Þetta var loka erindið okkar hérna í dag og bara takk þið sem eru búin að vera að fylgjast með þessu á streyminu. Þetta hefur bara gengið snurðulaust fyrir sig, sýnir að þessi digital menning hún nú að virka. Yfirleitt alltaf 1 eða 2 tækniklikk, ég ákveðst ekki að vera að segja þetta núna, það gerist eitthvað í lokin. En mér skilst að þetta sé búið að ganga vel og mikla þakkir til þeirra sem að komu með spurningar hann inn sem að Andri Heiðar, framkvæmdastjóri skrifstofunnar, er búin að lofa að svara öllum. Það verður auglýst nánar sérstakur spurningatími þar sem þið getið spurt alls konar hluti. Eðlilega eru ýmsar vangaveltur. Ég var kannski sjálfur mest þakklátur einmitt fyrir að heyra svona hálfpartinn fílósófískar vangaveltur sem komu einmitt í lokin á fyrri hluta dagskrárinnar hjá henni Kæti og líka frá Þórlindi núna svona stöðu ríkisvaldsins þegar kemur þessari stafrænu vegferð og samskiptin við borgarana. Þetta náttúrulega bæði bara mikil tækifæri í þessu en þetta líka náttúrulega viðkvæmt málefni að einhverju leyti og mjög mikilvægt held ég að það sé aktíft samtal þessi mál. Við erum búin að kynna svo miklu undanfarin 2 ár eða svo, það er náttúrulega búið að vísa í það mjög mikið í þeim erindum sem hafa komið fram í dag, en allt þetta COVID-ferli hefur kennt okkur svo mikið upplýsingagjöf, svo mikið það hvernig að lifa í þessari skýjaveröld, ótrúlega margt jákvætt sem við höfum kannski fengið út úr því, við höfum náð að halda upp í samfélagi, grunnþjónustu hjá menntastofnunum og þjónustu sem veitt af ríkisvaldinu og við hefðum ekki getað gert það nema með hjálp tækninnar. En svo náttúrulega alls konar aðrir hlutir eins og hvort að þessi sífellda upplýsingagjöf frá hinu opinbera og kannski frá fyrirtækjum og þessi sífellda í rauninni bara þessi taug sem á milli okkar og allra annara hvort þetta sé líka eitthvað sem við þurfum að hugsa til framtíðar hversu víðfeðm og mikil og sterk eigi að vera. Ég held að bara í þessu verkefni kristallist bara allar þessar grundvallar spurningar sem hafa að gera með framtíðina og ég tek undir það sem að margir hafa sagt nefnilega í erindum sínum hér. Andri kom inn á það og það er það að framtíðin snýst í rauninni ekki tækni nýjungar sem slíkar. Hún snýst hvað okkur, mannfólkinu, finnst þessar nýjungar. Hvernig við munum taka þeim og hvernig þær munu aðlagast inn í okkar þjóðfélag. Og það er það sem að við þurfum öll að glíma svolítið við og höfum verið svolítið að fjalla í dag svona þegar öll eru á botninn hvolft. En ég vil þakka aðstandendum þessa ráðstefnu, sérstaklega fyrir líka Hörpu fyrir að hýsa þetta og standa svona virkilega vel að tæknilegu hliðinni. Og svo er það náttúrulega Stafrænt Ísland, Andri Heiðar, framkvæmdastjóri þar og svo er hún Vigdís Jóhannsdóttir sem hafði veg og vanda af því að skipuleggja þessa ráðstefnu. En ég heiti Bergur Ebbi og segi verið sæl.